laugardagsmorgni og höfum við það sem við köllum helgispjall. Við fáum hingað gest sem leyfir okkur að kynna sér og kannski geta við speglað okkur í viðkomandi á meðan hann segir frá sér. Það er oft gott og hingað er komin Jón Kalman Stefánsson, rithöfundur og skáld. Bæði frekar rithöfundur. Já, ég myndi svona skilgreina mig sem skáld, held ég. En ég skáld sem að... ég segi stundum að ég ljóðskáld sem að skrifar skáldsögur. Og svo er ég rithöfundur sem ekki ljóð. Já, en frekar skáld sem skrifar. Já, ég heiti náttúrulega bara svona, bara orð, sko. En það er stundum svona, það er sumir rithöfundar eru líka skáld, aðrir eru rithöfundar. Það er svona munur þar á, sko. Það skiptir máli að þú komir frá ljóðinu yfir í skáldsöguna. Já, það er þetta leitar mann, sko, en þegar ég byrjaði að skrifa þá kom ekkert annað til greina en ljóðið. Það hvarflaði ekkert að mér að skrifa prósa. Það kom seinna, sko. Þannig að ég svona upplægi er ég skáld, held ég. Já. En af hverju kom það til þín að skrifa seinna? Það er nú sjaldan sem maður tekur ákvörðun það sjálfur og ég þetta einhvern veginn skáldskapurinn er eitthvað afl sem að maður hróflar svo sem ekkert mikið við því að það er eiginlega hann sem að stýrir manni. En hann er líklega inn í þér. Já, og þetta er eitthvað svona, eitthvað afl eða einhver fjárinn hérna inni og ég syns að þegar ég byrjaði að skrifa þá ég náttúrulega var að reyna að fikta við einhverja smásögur eitthvað svona en ég fann mig ekkert annars staðar en í ljóðinu og langaði bara að skrifa ljóð. Og ég var stundu spurður að því svona eftir ég gaf út 3 ljóðabækur og var stundu spurður að því hvort ég kannski útgefandinn af því að ljóðabækur seljast anskotan ekki neitt. Hvað styrir? Kannski var það útgefandinn sem spurði af því að ljóðabækur seljast ekkert. Það var, ég gaf út minni fyrstu 2 sjálfur sko og því að á þeim tíma, hvað þetta er, 88 og hvenær var þetta? Já, 88 og 89 að þeim tíma þá var mjög algengt að gefa út sjálfur og það bara, ég held að þegar maður leit tilbaka þá sér maður sem sagt að áttar maður sig á því, það er eitthvað svona það er eitthvað í mínum skáldskap sem að kannski benti til þess að þarna væri einhver prósahöfundur líka á ferðinni en ég bara hafnaði því alfarið og því mér fannst ég ekkert geta skrifa kunni ekki að skrifa skáldsögur og hafði svo sem ekkert áhuga á því en svo einhvern veginn eftir 3. ljóðabókina þá ég var ekki alveg sáttur við þess að það svona smá saman þá fannst mér eins og ég næði ekki fram sem að var mér fannst búa innra með mér, það var eitthvað hann inni sem ég náði ekki til og mér fannst ég svona ekki ná að víkka í þar áttir sem ég vildi víkka í ljóðinu þannig þá fór ég en ég held þó ástæðan fyrir að ég fór að skrifa prósa var bara einfaldlega ég las eina danska bók sem heitir Herverk eftir Tom Kristensen kom 1930 óbáslega öflug bók og hún hreif mér svo mikið að ég bara fór að skrifa á þess að ég ætlaði mér og þannig að það var bara, eins og ég segi, það var bara eitthvað ákvörðun sem að ég tók á þess að taka hana. Er þetta ekki drykkvöldur blaðamaður? Hann? Jú, hann var drykkvöldur blaðamaður og helsti kritiker Dana í 30-40 ár og skáld og fínastu höfundur. Fyrirferðarmikill karakter. Mjög fyrirferðarmikill. Svolítið útvortismaður. Já. Á sama tíma og hann gat verið frábær stílisti og Já, hann var kröftugur hugsuður. Hann var afskiptasamur allt í menningunni. Já, hann var mjög fyrirferðarmikill en hann var skemmtilegur sko og það var mikill svona húmor í honum sko. En þessi skáldsaga sko er Herverk mjög mikið viski í það sko og
og eitthvað svona innri hrun og hún var lesin hér sko þegar hún komið til 1930 og ég las það einhvers staðar að hún hafi komið eitthvað eitt eintak hérna til Íslands og það gekk á milli manna og var lesið í tætlur sko. Einu sinni var ég drykkfelldur blaðamaður og kynntist konu og móðir hennar gaf mér þessa bók. Já, þannig að Tom allstaðar sko og víða. Já, og það var líklega eitthvað svona tengingu við það. Já, þú og lastu bókina? Já, svona eitthvað sko. Ég að reyna þegar þú ert að segja þá ég að reyna að finna hana sko. Hausnum, sko. En það fenti og mikið sem ég hef lesið sko. Ég hef verið svona ég man ekki allt sem ég las sko. Nei, hún sko þegar hún kom út að þá hann var mjög þekktur að þá gekk hún frekar treglega til að byrja með og kannski vegna þess að hann var svo þekktur og þetta leit út fyrir að vera svona mjög sjálfsæfisögulegt. En ekki? Það svona bæði og. Skáldæfisaga? Já, ef þú vilt nefna það sko en hérna það bara, það er svona umdeilanlegt en vegna þess að hann var svona þekktur þá hugsaði fólk svona þetta er bara, hann er að rausa eitthvað um sjálfan sig og þannig að hún einhvern veginn náði ekki flugi fyrir en að hann fekk bréf frá Knut Hamsun sem hafði komist yfir bókina og Knut Hamsun sagði sko það er langt síðan að ég verið jafn heltekinn af nokkru bók eins og þessari og hann fekk leyfi frá Hamsun að birta þetta sem auglýsingu bréfið og þá fór bókin að seljast. Já, eins og oft gerir bara eins og hinir einhvern veginn. Já. En en þetta þess að persóna höfundarins framarlega í bókinni. Já. Allavega í móttökusögunni. Já. Og að þú nefndir Hamsun, hann var nú það í fyrstu bókinni sinni. Í Sult. Já, þá persóna höfundarins svolítið svona eiginlega á milli mín og textans. Já, hann er ekki sko fyrsta bókina en svo sem að vakti hressilega athygli á honum og er hvað þekktur sko. Jú, þetta er náttúrulega bara ég meina þetta er eiginlega jafn gamalt bókmenntunum sko að höfundurinn sjálfur virðist vera framalega og það stundum vissulega. Eitthvað mynd höfundarins, það ekki að vera höfundurinn bara. En svo bara ferði eftir höfundum, sko, sumir höfundar náttúrulega eru uppteknir af sjálfan sér og finnst gaman að skrifa sjálfan sig og svo eru kannski aðrir sem að sita eitthvað á svið, eitthvað á sínu lífi en breyta það síðan, sko. Og ég meina guðdómlegi gleðileikurinn eftir Dante frá 13. öld þar sem að hann lýsir sjálfum sér þar sem hann stígur niður til vítis í fylgd Virgils sem var rómversk skáld og þegar þetta kemur út á sínum tíma á Ítalíu þá trúði fólk því að þetta væri sjálfsefnisögulegt og margir sem að trúði því að hann hefði vissulega stigið niður til heljar. Og skemmtilegri tími þegar fólk að trúa svoleiðis. Já, en sko samt sko ég held að fólk trúir þessu ennþá. Það er ekki því að þú getur stigið niður til heljar en það er bara eitthvað innbyggt í okkur ef þú farið bók í hendur og það er fyrstu persónu frásögn og svo persóna er á svipum aldri og höfundurinn og kannski kemur frá svipum stað þá ósjálfrátt ferð að lesa þetta sem sjálfsefnisögulegt og lætur þannig fallerast en það er alveg stundur náttúrulega þetta bara meðveitað af höfundarins hendi að einhver leyti blekkja lesandann sko. En það þó að þú virðist skrifum þitt eigið líf að þá kannski er eitthvað allt annað undir og að verðinu. Og svo er þetta kannski líka spurningum að trúa og trúa sko, að þú trúir að hann hafi ferðið niður þessi sjálfsaflösi ferð til heljar. Já, og fer upp til himna líka sko. Og það er bara rétt. Já, þetta er náttúrulega, þú getur farið til heljar bara á þess að standa upp sko.
Þetta er náttúrulega bara eins og Jónas orti, sko, ég er komin upp á það allra þakka verðast að sitja kyrr á sama stað en samt að vera að ferðast. Þetta er ein flottasta lýsing á lestri sem ég þekki, sko. En við gætum verið í þættinum bók sem breytti lífi mínu og það verið þá herrverk. Hún breytti lífið þínu. Já. Og útskýra fyrir mér hvernig það getur gerst. Allt í einu þá bara opnast ykkur leið. Já, sko, veist, ég ger nú alveg fastlega ráð fyrir að ég hefði farið að skrifa prósa fyrir það síðar, sko. En þegar ég les hana þá veist, er ég í ákveðni svona klemmu eða krísu og hérna og ég er að reyna að finna einhverja nýja leiðir fyrir þetta suð sem hefur alltaf verið inni í mér en það gengur svolítið erfilega en þá fer ég að lesa þessa bók og hún leysir eitthvað úr læðingi og það er eitthvað afl þar sem ég gat tengt mig við þannig að hún eiginlega bara á maður segja ég hef lesið henni á hárréttum tíma ef ég hef lesið henni 10 árum síðar þá hefur örugglega hrifist af henni en hún hefur ekki haft þessi áhrif, sko og það eru bara suma bækur sem eru einhvern veginn ef maður er heppinn að lesa þeim á réttum aldri að þá er það mikil blessun. Þetta er svona eins og bækur eins og Meistarinn og Margrét eða Moby Dick eitthvað svona að það er mjög gott ef maður er það heppinn að lesa sem ung manneskja því það er eitthvað þannig afl í þeim sem að ríma við þá persónu sem er ennþá í mótun, sko. Stundum þorum ekki að lesa aftur. Nei, það getur verið háskalegt að lesa upp á spækur. Minningin er eiginlega bara verðmætt til þess að maður sé að stíga á hana eitthvað. Já, og svo líka blessunulega að þá breytist við nú og því ef við myndum ekki breytast þá myndum við bara stirna og það að breytast það táknar að þú kannski þín viðhorf verða önnur og það sem áður hreyfði gera þig ekki lengur og svo líka bara eftir þú sem lest meira því bæði þróast þín smekkur en svo kannski að það sem hreyfði þig sem ung manneskja og svo þegar þú kemur að því aftur þá er það orðið þá ertu búin að sjá þá ertu búin að lesa það mikið að þú þarft alltaf meira og meira og meira þannig að þetta maður saknaði þess tíma þegar maður var Þegar bókat opnað bara hurðir. Já, ég sést bara og íttir í gegn. Já, og líka þegar það þurfti miklu minna til að hrífa mann, sko. Og því það er ekkert eins fallegt og skemmtilegt og að algjörlega vera heltekin af einhverju bók eða einhverju listaverki. Og það sem betur fyrir gerist alltaf að vera hvoru en það er alltaf síður þegar maður eldist. Lengra á milli. Já, en þess vegna er svo mikilvægt fyrir mann að vera stöðugt að leita og ég reyni það alltaf. Ég reyni alltaf að svipast eftir nýjum höfundum og nýjir höfundar geta bæði verið þeir sem eru tvítugir eða þeir sem voru uppi fyrir 5.000 árum, sko. En bara eitthvað sem eitthvað nýtt, eitthvað sem ég hef ekki séð áður, sko. Ég held að Kafka segi að sá sem leitar fegurðina hann eldist ekki. Já. Eða eitthvað í þá veruna. Það er við getum, sko... Já, en það þarf ekki endilega að vera fegur, það er bara aðalega leitin, sko. Ég held að það sé líka í svona svolítið breiðum, fegurðin er, maður má hugsa hana aðeins breiðari, sko. Já. Það er, sko, leitin er Þetta er uppkvötun að fegur þessu uppkvötun eins og sannleikurinn. Já, ég meina sá sem ekki leitar hann nemur staðar og sá sem nemur staðar hann stirðnar, sko. Og það er bara þetta ávið í öllu, þetta ávið náttúrulega sérstaklega með listamenn en bara manneskjun almennt, sko. Herðu suðið inn í þér, hvað er það? Það er skáldsköpurinn. Það er þessi sköpun eða að ég byrjaði frekar seint að skrifa. Og það var ekkert í umhverju mínu sem að ítt undir og ég var mjög svona seinþroska, seint til
og mjög lengi að finna sjálfan mig en það var alltaf einhver fjárinn inni mér sem ég... Finna sjálfan þig minnar þá að finna rödd eða... Nei, bara átta mig að ég væri skáld, sko. Og því ég skrifaði ekkert sem unglingur en eitt svona, sko, en það var alltaf einhvað inni mér sem að ég skildi ekki og alltaf eitthvað svona, eins og suð eða eitthvað og alltaf þessi óstjórnlega þörf að lýsa því sem var í kringum mig sem ég fannst óþolandi því mér fannst sko mér fannst svo mikilsvert að segja fátt sko að því að við erum svolítið alin upp í það að þeir sem tala fátt vita meira sko og það þetta sem að þetta er náttúrulega í Íslendingasögunum og annað eins og svo líka svo sem í gömlu Hollywood-myndunum helstu hetjurnar þar eins og Clint Eastwood og svona sko Ég mista þessu sko, ég hugsa alltaf upp átt. Já, það er þú hefur verið dæmdir hart sem staðar sko en þetta var eitthvað sem maður beiti í sig og en ég einhvern veginn mér tókst aldrei að þegja ég þurfti alltaf að vera að tala og en mér fannst ég aldrei ná að koma því orð sem var inni mér sko og þannig að það var alltaf eitthvað svona það var alltaf eitthvað inni mér sem að mér fannst ég ekki hafa aðgang að sko. Þetta var ekki meðvituð hugsun, þetta var bara alltaf eitthvað tilfinning sko. Og þannig að þessina til dæmis sko, eftir 10. bekk sem var enda 9. bekk þá sko en 10. bekkur daga þá bara hætti ég í skóla og fór að vinna í fiski og múrverki og sláturhúsi og annað eins sko bara vegna þess að mér fannst ég vissi ekki akkur ég væri til sko og mér fannst engin Veglaus ungur maður. Já og mér fannst bara ekkert hafa neitt fram að færa og ekkert hafa neitt karakter og þannig ég var svona bara ég fór að vinna bara meðan ég var átt að með á hver ég væri og það tók sín tíma sko. Þú fannst þig ekki í sláturhúsinu? Nei, eða fiskinum sko, en mér fannst gaman að vinna þar og maður var skemmtilegan félagsskap og ég var alltaf veistur í Dölum með annan fótinn og svo bjó ég í Keflavík frá 12 ára aldri og á þessum stöðum að það var eiginlega sjálfsagðar að fara út af vinnumarkaðinu heldur en í skóla. Það voru held ég minni hlutin sem að Keflavík á minni kynslóð sem fóru strax í framhaldsskóla. Já, af því að þetta var náttúrulega fyrir kvótakerfið og þannig að það var höfnin í Keflavík var alltaf stútfull af bátum og þannig að það var ofboðsleg vinna og mikil þörf fyrir vinnukraftin sko þannig að það var svona bara þá myndast í samfélögum bara þessi þrýstingur á unga fólkið að fara strax út á vinnumarkaðin þannig að það var bara mjög eðlilegt fyrir mig og sjálfsagt að fara inn í fiski og eða í sláturhúsi fyrir vestan og ég er bara mjög glaður með það sko því að þá kynntist maður öðrum hlutum. En ef maður horfir yfir móttökuna í frystihúsinu og allir að vinna þarna eitthvað og þarna er Jón en hann er með suð inn í sér. Já, sko, ég vann minnst það sást ekkert utan á. Já, sko, ég vann minnst reyndar í frystihúsi, það var nú bara halvan vetur en annars var í saltfisk og skreið í Arney, það var svona fyrir litlu vinnustæði, vorum svona 8 til 15-20 eftir hvort það var vertíð eða ekki. En hef ég séð á Jóni með skófluna að strá salti við fiskinn, að hann væri með suð inn í sér? Heldur þú að það sé kannski allir með þetta suð? Ég veit það ekki, ég velti sjálfur mér sjaldan fyrir mér og hvernig aðrir sjá mig og ég hef aldrei haft áhuga á því en ég veit það sko að ég kannski þótti svolítið undarlegur og kannski, bara veist öðruvísi og
Í háttum eða skoðunum? Eða? Já, bara, veist, hvernig ég talaði og það sem valt upp á mér, sko. Að það einhvern veginn, það var hérna þó ég vissi ekki að því, sko, einhvers konar skálskapur og það að færni að grípa einhver á lofti og beina því aðra átt, sko. Og það var bara eitthvað sem að ég hafði í mér á þess að velta því fyrir mér, sko. Já, og meira gaman að því heldur en kannski þeir farið í samtalsins sem að var almennt. Já, bæði, sko, en mér alltaf finnst gaman að breyta heimum, sko. Þannig að það hefur bara komið strax og átt sko, auðvelt með að bulla, sko. Þannig ég hefði gaman að því, sko. Mér langar svolítið að skilja að þú ert ungur maður, eða svona, nýbúið með grunnskóla. Já. Ekkert alltaf ánægður með sjálfa þig. Nei. Finnst ekki mikið til þín koma. En ert með eitthvað inn í þér. Já. Og ytri hlutin, hann ekkert að þroskast. Hann ekki að ná neinum tökum á hylkið svona sem það vart í. En síðan eitthvað þarna inni. Hvað það? Það þú líka. Já. Hvernig þroskast það? Það bara spinnst. Það bara svona smá saman þá eftir sem maður eldist og fikar sér áfram. Ég var alltaf líka leitandi, ég var alltaf að vera að lesa eitthvað og reynda lengi framan ef ekki bókmyndir, heldur bara hvað sem er. Og þannig að svona að því, já, ég fann alltaf að það var eitthvað sem ég átti eftir að komast að, og ég einhvern veginn, ég sá sjálfum mig ekkert fyrir mér í framtíðinni, meðan flestir í kringum mig, þeir voru stemdu að kaupa bíl eða hús eða einhvað, sko, en ég var aldrei þar, sko, og var bara, og svo sem alltaf með höfuðið fullt af alls konar heimum, það var alltaf frá því ég man eftir mér að maður var alltaf að spinna eitthvað en áttast ekki á því að það væri sko sögur. Þetta var bara mér svona eðlislegt að búa til veraldir innan með mér. En það er svo sem sagt frá því áður, sko, að ég held svona að stóra augnablikki var það var veturinn, snemma vetrar 82 þegar ég þá á 19. ári þegar að sjónvarpi sýnir þætti með Carl Sagan sem var frábær bandarískur vísindamaður og stjörnufræðingur og það var frábær kennari svona. Hann var kennari. Á svona framhaldsskóla stigi. Já, hann var bara kennari, hann var svona. Það er ekki að lítu það bara eins og allir myndu vilja hafa í framhaldsskóla sem getur sagt stóra hluti og hratt og vel og skýrt. Þetta er svona eina af þessum mikilvægu manneskjum sem að mannkynið getur búið til að segja frá mikilvægum og djúpum hlutum en gert það þannig af svo mikil ástríðu að það smitar alla og hann gat sagt frá flóknum hlutum á einfaldan hátt og þetta er bara náðagáfa sem ég fáir hafa og nema bestu kennarar eins og þú sagðir, sko, og ég man að ég kom bara þetta var alltaf man ekki út af þriðjudagskvöldum eða hvað það var í sjónvarpinu og oft misti maður af sjónvarpinu, sko, þegar vertíðin var komin að stað því maður var að vinna langt inn í kvöldið. Það var einhvern tíma að þá var búin snemmi í aðgerð þannig að ég settist niður sjónvarpi og þá byrjaði þessi þáttur og þá breytist allt, sko, og þegar ég stóð upp að þá var heimurinn annar en þá alltaf ég var sannfærður að ég ætla að verða stjörnufræðingur af því hann einhvern veginn opnaði fyrir mér einhvern heim sem að ég vildi sem sagt uppgötva, ég vildi fara dýpra inn í. Þannig að vorið þá skráði ég mig í Fjölbrautaskóla Suðurnesja og á eðlisfræðibraut og því ég ætla að verða stjörnufræðingur en ég man að ég var hvort það var haustið eða hvernig það var að þá held ég að skólameistaran hafi kallað mig til sín
og spurt hvort ég var alveg viss það að ég ætlaði á eðlisfræðibraut og ég var frekar hissa því að þetta var bara ég var búin að finna mína leið og ekkert gat stoppað mig en þá sagði hann svona hikandi að sko þú fegst 2 í starffræði og eðlisfræði þá er starffræðin svolítið mikilvæg og mér fannst þetta bara humbug sko, mér fannst þetta einhvern veginn bara einhver ytri staðurinn sem skipti ekki máli sko. Þannig að ég byrjaði á eðlisfræðibrautinu og komst að því að maður getur miklu meira en maður heldur en maður hefur áhuga á hlutunum en vissulega þá áttaði mig fljótlega því að þó ég gæti kannski lært starffræði på einhverju vissu marki þá hafði ég ekki þá var heilinn minn ekki búinn til fyrir starffræði og smá saman líka áttaði ég mig á því að það sem að þessir heimar sem að ég sá þarna fyrir mér og þessar plánetur og sólkerfi sem að lágu þetta einhvers þar í djúpum myrkursins að það voru ekki plánetur heldur, það var skáldskapurinn, það var orðin og sá heimur sem þau geta búið til. Þannig að þú heitlaðist raunverulega sögumanninum Carl Sagan. Já og þessum hæfileika hans að opna heima sem að sko næstum voru ekki til sko. Þannig að og vísindi líka, sérstaklega stjörnufræðin að það sem að hún svona ystu kantar hennar að það er eiginlega svona leysast upp í einhvers konar blönd af heimspeki og skáldskap sko. Eins og við og enda segi ég stundum núna að mesta skáld okkar tíma er James Webb sjónaukinn sko. Því að hann er stöðugt á hverjum degi að breyta heiminum okkar og það er það sem skáldskapurinn á að gera sko. Víkka út sjóndeildarhringinn. Víkka út og bylta við lögmálum. Þannig að við erum vísindamennir núna eiginlega nánast daglega að þurfa að endur hugsa alla sína kenningar sko. En sjónaukinn hann birti bara nýjar og nýjar myndir. En sagnamennskan er að tala einhverja merkingu í hennar, eða ekki? Það er það sem að Carl Sagan gerði við þig, hann talaði merkingu inn í þetta. Já, ég meina að sagnamennskan náttúrulega er bara eins og allur skáldskapur, hann er alls konar og með margar ótilandi hliðar. Ein hliðin af sagnamennsku er bara eins og býr í orðinu að segja sögur og það er mikilsvert bara eitt og sér, það er mjög mikilvægt að hafa að hafa sögur sem að skemmta þér og líka sem við getum lifað í og getum lifað inn í og við getum fundið traust á henni það er nú pólitík snýst mikið smálum hver treður sögurni sinni inn í okkur það er náttúrulega öðruvísi sagnahefð sko. En þannig að ein hliðin af sagnahefðinni er að segja sögur og ekkert endilega til þess að hrófla við skoðunum okkar eitthvað svona sko, heldur bara hreinlega að skemmta okkur eða láta okkur líða vel en hins vegar sko býr í sagnahefðinni og býr í skáldskapnum og býr í skáldsögunni og smásögunni að óendalegir möguleikar og það er það sem að mér finnst spennandi við til dæmis skáldsöguna að þetta er form sem er búin að vera til ansi lengi og síðustu 100 ári eru búin að skrifa kannski, ég veit ekki, nokkra milljónir af skáldsögum og það er ansi oft búin að spá dauða skáldsögunar. Þetta var nú mjög vinsælt dægulega sko á 7. áratugnum og 7. og 8. skálsagan var í dauða og eitthvað svona. Eina sem hefur dáið eru þeir sem að spáðu dauða skálsagunar þannig því að hún hefur í sér þessi innri þörf fyrir að endurnýja sjálfa sig sko.
og það það sem náttúrulega líka þá hlutverk höfunda sem við höfunda verða að gera, reyna að finna nýja leið til að segja sögu, því að við náttúrulega erum í grunninn alltaf að segja, ekki alltaf sömu söguna, en það eru bara svona ákveðin svona sagna minni í manninum og þau birtast bara alltaf með nýjum hætti. En sko, hvernig þú segir söguna, það skiptir að minnstakosti jafn miklu máli og sjálf sagan. Þannig að þú getur sagt frá mjög litlum atburði en sagt á þann hátt að hann virkar reisa stór, og þú getur sagt frá miklum atburðum en ef þú notar ekki réttu aðferðina þá einhvern veginn kóðnaði niður. Og svo getur kannski það sem helst heillar mann hvernig hann sagði þetta, eins og gæti átt við Karl sagan. Já. Það eldmóðurinn hans og löngunin hans til þess að þú myndir skilja, sem að var kannski stæðsta erindið jafn stórt og þetta með stjörnurnar og fleira. Já, hann persónulega drift sögumannsins. Já, þegar sögumanni vill sko vekja, þráir að vekja einhvað í þér, sko, hvort sem er áhorfandi eða lesandi, og ef að viðkomandi hefur erindi sem að hann eða hún brennur fyrir, og það er það líka sem að heilla mig mest, sko, þegar ég er að lesa, og það sem ég er að sækja eftir þegar í skáldskápnum eða tónlistin eða list almennt, að þegar maður skynjar þennan hita og þennan ákafa að það að einhver titra hann inni, að það snertir maður, sko. Ég hef ekki áhuga á einhverju bara, sko, vel smíðuðum hlut, sko, sem og það líka að það er oft talað hérna fullkomnu skáldsögu að hún er ekki, að mínu mati, sko, þá er hún ekki til, ekki fremur en fullkomna laga til. Hún væri líklega hundleiðilega. Já, því að ef það er fullkomið þá er það dái, sko. Þannig stundur, því maður var að brjóta blöð í gamla dag, þá gerði maður það fullkomið, svo skemmdi maður það til þess að það er ekki það var einhver skjálfti eða einhver órói, það var að vera eitthvað sem er ekki alveg gengur ekki alveg upp til þess að sé hægt að þola það, sko. Einhver skekkja, sko. Já, því að allt er bara í flútti og allt er rétt, þá er það eiginlega óþolandi. Þú ert að sjá skekkjuna, þú ert að hafa skekkjuna til þess að sjá samræmið, sko. En eitt í þessu er að höfundurinn hann kemst að einhverju niðurstöðu, hann gerir velur einhverja leið, og sem að sömuleyti er bara einkanleg fyrir hann og er ekki, þótt að þú getur hrifist af einhverju og það getur opnað fyrir þér eitthvað, þá er þetta bara, þetta er ekki til eftirbreytni í sjálfum sér, sko. Nei. Það er ekki hægt að fara, þannig að það að lesa einhver orðað, þannig það er eins og að fá að skipta höys, svo getur verið mjög skemmtilegt að fá að sjá heiminn með öðrum augum og hugsa mann með öðrum heila heldur mann segin, sem getur verið, ég veit ekki hvort að tekið þessu með Karl sagan, að það er ógeðslega gaman að horfa á alheiminn með hausnum hans. Já, ég meina það getur eiginlega ekki endurtekið að, sko, nema bara að njóta þess. Já, en það er svona sem að þetta allt snýst sko, að færa einhvað nýtt, sko, einhvað sem að bæði, veist, að færa einhvað sem þú hefur lifað áður og þekkt áður og veist, að vekja upp með lesandunum einhverja tilfinningar, einhvern grun, einhverja minningar sem eru jafnal að fullu gleymdar, sko, en það sé að hræra í honum, en einnig sem er ekki síður mikilvægt, ef það er hægt að gefa honum nýju augu, að fá hann til þess að sjá sjálfan sig að einhverju leyti, umhverfið sitt og heiminn, að því að maður segir stundum að einu, sko, raunverulegu heimsborgarar þessa heims eru þeir sem að lesa bókmenntir úr öllum heiminum, sko. Veist, þú getur ferðast allt en þú ert alltaf kannski fastur í þínu holdi og þínum líkama,
og það þetta sem að góður skáldskapur getur brotið upp af því að hann það á að vera það ágengur að hann fer inn í því og hróflar og breytir við einhverju, hreyfir við einhverju þannig að þú verður að taka afstöðu og það svona líka á skálsköpur stundum að vera óþægilegur að einhverju leyti eða trufla þig, jafnvel gera reiðan eða eitthvað svona. Settlast of fljótt í sálinni þinni? Nei, ég meina, það er náttúrulega, þetta er náttúrulega bara svipað með músík, sko, að þetta er einn ástæðan fyrir að við sko okkur hætti til, þú ert komin yfir ákveðin aldur, kannski, fertugt eitthvað svona að nema staðar í tónlistin, þú bara hlustar þú hlustar bara á þess að þú hlustar í unglingaherberginu þegar þú var 16? Já, eða 20 ára, 30 ára eitthvað svona sko. Harpa stundu full af fólki sem að leita músíkinu sem hlusta þegar það var 16? Já, og ég meina það er alveg bara fallegt að vilja heyra sína gömlu músík en það er svo mikilvægt að finna nýja sko, að því að þetta er bara eins og vorum að tala um áðan sko, ef þú hættir að leita þá nemur þú staðar og það er náttúrulega sama bara með í skáldskap almennt að sumir náttúrulega bara sækjast í höfunda sem að hrófla ekki við sko. og það verður bara að hafa það. Eins og á við þekkingarleit fólks, oft er fólk að leita fullvissu að það hafi rétt fyrir sér. Já. Og þá er best að forðast skáldskap sem að íti við sko. En það er bara svo mikilvægt að því að heimurinn er eins og hann er sko og hann er margskonar og í hann og hann byggja sem sagt allskyns fólk, allskyns þjóðir, allskyns trúarbrögð og annað eins. En það er hins vegar það sem er bara svo skelfilega einfalt, skelfilegt vegna þess að það ætti að vera blátt áfram en er það ekki að innst inni þá erum við meira að minna öll eins sko. Og það er þetta sem að skáldskapur frá öðrum stöðum sýnir stöðugt og það er svona sko ef þú ert að lesa skáldskap frá öðrum þjóðum að þá verður alltaf erfiðara að hafa fordóma gagnvart öðrum þjóðum. Og ég stundum sagt sko eins og þegar árásin á Tvíburaturninn var gerð og viðbrögð Bandaríkjamanna í kjölfarið að ef að þeir sem voru að taka ákvörðun ef þeir höfðu lesið bókmenntir frá Arabíu að þá hefðu skilið miklu betur hvernig þetta að átta sig á því að þar voru ekki eingöngu einhver fólk sem að hataðist út í þá sko. En það er svo auðvelt að hata ef þú þekkir ekki viðkomandi. Að ef þú stendur gagnvart einhverjum sem er öðruvísi en þú, húðlit, menningu, trúarbrögð, að þá eru hjá mjög mörgum og eðlilega fyrstu viðbröðin eru ótti og fordómar, vegna þess að þetta er öðruvísi en þú ert vanur. En ef þú fengir bók sem að er úr þessum menningarheimi að þá myndu þessi fordómar í flestum fara eða hjaðna og þess vegna eru bókmenntir svo ofboðslega mikilvægar og náttúrulega þýðendur mikilvægasta fólk í heimi vegna þess að þeir eru stöðugt að byggja brú á milli heima og þess vegna er svo óbúslega mikilvægt fyrir okkur að frábært auðvitað að lesa bækur frá Íslandi og frá Danmörku og frá Englandi og Þýskalandi og Ítalíu og allt svona sko en leita líka víðar sko bækur frá Indlandi og frá Arabíu og frá Kína og til að skilja heiminn til að því að við höfum bara einn heim og við erum að fara svolítið illa með hann en því betur sem við þekkjum hann því meiri líkur möguleiki á að við getum hafa okkur eins og sæmilegar manneskjur. Ef við höfum áhuga á því? Sko, flestir hafa áhuga á því. Ég meina, veist að ég veit ekki ef við myndum læða palestískri ljóðabók inn í Hvíta húsið, ég er ekki viss að Trump hefði áhuga að lesa. Ég er ekki viss að Trump sé læs, sko. Þannig að sumar náttúrulega ekki hægt að vinna og náttúrulega Trump er eitt þeirra og Putin er eitt þeirra og Netanyahu er eitt þeirra. Þetta eru manneski sem er ekki hægt að tjónka við.
Þannig en við getum hins vegar unnið að því að reyna að hafa þau áhrif á heiminn og það eru minni líkur að svona öfl rísu upp, sko. Á við svona yfirhöndin. Af því að þessir þrír til dæmis, þessi þríhöfða skrímsli samtíman, sko, eða okkar tíma, að þeir eru bara afurð einhver afla, sko. Það er ekki þeir sem einstaklingar sem að skipta máli heldur fyrir hvað þeir standa. Því að þú talar þetta með afl bókmenntana og fleira og talar svona eins og ílskuna. Og þá var fyrir þetta að spyrja ná þessir menn völdum af því að það vantar hitt. Þetta eins og ílskan skortur á hinu góða. Já. Eða ílskan sér afl? Ég meina, hún náttúrulega fyllt manninum bara frá upphafi. Við verðum svolítið svona einstök tegund hvað það varðar. Já, við náttúrulega kannski erum með flóknari tilfinningarlíf og heila en margar aðrar tegundir. Og þegar maður les... Og flóki fyrir okkur kannski? Já, sko það er það er svona eins og að vitsmunir okkar og tilfinningarlíf hafa ekki alveg þroskað saman, sko, það haldist í hendur og maður sér þetta bara með eins og gervigreindina og þróun í tækni að við höfum greinilega ekkert stjórn á því. Sem þýðir að það er eitthvað svona að já, það er sem tæknin sjálf sem stjórnar því hvert hún fer. Við höfum ekki þroska til að geta numið staðar og velt fyrir okkur, sko, er þetta gott fyrir okkur? Þetta náttúrulega er mikla hættu þar ef við myndum alltaf vera því það myndi ekkert gerast því að manneskjan óttast það sem hún þekkir ekki. En við höfum svo augljóslega og svo oft skapað einhvað sem er vont fyrir okkur. Þannig að það er eitthvað mikið ójafnvægi í okkur og þú talar um ílsku og það er náttúrulega þessuna sem að ég held að djöfullin að við höfum, ég hef ekki mikla trú að því að það sé einhvað til sem er eins og djöfullin en það er bara vegna þess að það er það sem er þetta dimma vonda afl sem er innra með manneskjunni og við gátum ekki horfst í augu við eigin ilsku. Djöfulli séu svona sögu minjar raunverulegs fyrirbrigðis innan. Já, menn þú bara veit þess að manneskjan bara gat ekki horfst í augu við sig sjálfa. Hún varð að búa eitthvað til þess að bara að lifa það af að hafa þessa ilsku í sér, sko. Og það er því miður aðferð sem að tókst mjög vel, sko, því að það var svo auðvelt og hefur alltaf í gegnum tíðina auðvelt að vera að kenna djöflunum eða eitthvað svoleiðis, sko, meðan að það er við sem að gerum hlutina og saga mannsins og mun alltaf verða barátta milli þessar afla og þar allir bera mikla ábyrgðar, hver einasta manneskja því að á hverjum einasta degi þá kannski þarf að taka einhver ákvarðanir sem að geta haft áhrif á þitt nánasta umhverfi til góðs og ills, sko. Þannig að alla manneskjur bera ábyrgð en ég held um þess að á stöðu svona state of the union stöðu heimsins við lifum hálfuliti í þeim heimi og hálfuliti innra með okkur og það djöfullis innra með okkur þá getur það líka verið í samfélaginu og þar með svona einhver liti utan við okkur. Já, ég meina, við fóðurum hennan djöful alveg stöðugt með okkar hugsunum og okkar gjörðum og okkar orðum en ég bara er alltaf þar að list hún getur haft mikil áhrif þarna og það hefur ekkert breyst þó að
þó að heimurinn sé annar en var fyrir 20-30 árum sko. En má vera að listin hafi ekki sama vægi og hún hafði kannski áður. Ég var daginn að tala við geðlækni og hann var að tala fyrst og fremst líðan barna og hvernig þau eru þegar það er að mótast sjálfsmynd og hvað er mikilvægt fyrir okkur að tala þeim og vera eitthvað svona leiðsögn á meðan að sko svona sjálfsmynd og svona persónuleg geta kannski sem að þú varst að tala áður að því hafi skort, þú varst komin út úr grunnskóla, hann var að tala mikilvægi þess. Og hann sagði svona eiginlega hálfgerð á aukasetningu að áður til þess að skilja bara áföll, sorg, erfileika með að vera manneskja í heiminum og fleira. Það sagði hann eitthvað sem svo að áður náttúrulega orðuðu skáldin þetta fyrir okkur. Þannig að við gátum gengið inn í heim og skilið hvaða tilfinningar var að koma fyrir okkur með því að lesa ljóð. Og svo hélt hann bara áfram. En hann tók eftir því að hann gerði eiginlega ráð fyrir þetta væri eitthvað sem að tilheyrði eldri tímum. Og nú væru margir að sinna þessu hlutverki. Alls konar svona hugmyndur svona kenningar og bara svo líka svona sjálfsjálparbækur sem bara í láriðin svona sérstök bókmyndagrein sem byggir ekki á svona hefðbundnum bókmyndum og bara margt í boði. Lyf eru komin til þess að geta lest þetta í staðin fyrir ljóðið sko, ef þú ert í djúpri sorg, þú getur ekki lyf í staðin fyrir að gráta yfir ljóðum Einars Benediktssonar. Má vera að skáldskapurinn sem þú ert að kalla eftir og þú hefur trú á að sé eiginlega við getum ekki haldið viti í heiminum nema að hafa skáldskapin við hliðina á okkur. Annars verðum við bara vitlaus menning og við verðum heimskir einstaklingar. Það getur verið að skáldskapurinn og listin hafi bara miklu minna vægi núna heldur en kannski bara fyrir 70 árum. Já, í fyrsta leið þá er skáldskapurinn og listin eitt af því sem gerir okkar af manneskjum. Ef þú tekur það burt þá eru við ekki lengur manneskjum. En sko ég alveg skil vel þetta sem hann sagði, þessi ágætis maður og það er sumpart rétt en sumpart svolítið svona rómantísk sýn sko, á fortíðina því að við gleymum því stundum að svona þessi, hvað maður segja, þessi svona eftirstríðs ár og svona fram að síðustu aldamótum að þá lifðum við einstaka tíma þegar hvað kemur að móttöku og umhverfi í list og skáldskapana að þar sem þetta varð allt í einu svona almenningseign. Bara fyrir 100 árum að þá var til dæmis niðri í Evrópu eða Bandaríkjunum að þá var þetta bara fyrir svona útvalda. Alþýðan var mjög lítið að lesa ljóð eða eitthvað svona. Hún sótti eitthvað annað. Þetta var svolítið svona elítu form og það er náttúrulega tekur á sig alls konar myndir eins og þegar þú lest sko höfunda sem eru svona hápunktur þessara svona borgarlegu menningar 19. aldar eins og Thomas Mann stórkostlegur höfundur en sko hann skrifar bækur sem þú þarft að hafa mikla þjálfun eiginlega til að njóta og meira sér sko í Töfrafjallinu því mikla verki að þær eru bara liggu heilu kaflarnir bara á frönsku, bara hann gekk út frá því að þú ert lesandi þá vortu menntaður og getur lesið frönsku. Þannig þetta var svona, þetta voru svona held ég hlutfarslega bara einfaldlega færri sem að lásu og núna erum við komin á stað þar sem að alls konar hlutir, samfélagsmiðlar og alls konar tækni hafa svolítið slitið okkur og tætt í sundur þannig að lestur hefur algjörlega dregið saman og það er miklu fleira sem að sækir á og það er miklu fleiri raddir sem hafa aðgangaðir. Ég meina, allir þessi allar þessar raddir sem eru á Facebook eða annar staðar á samfélagsmiðlum. Fyrir 20-30 árum þá bara voru þessar raddir inn í stofu, inn í eldhúsi og hefðu bara áhrif þar. Núna syns að það væri alveg óheftan aðgang að öllum og bæði með góð og illi, náttúrulega stundu kemur eitthvað frábært upp og stundu kemur eitthvað manneskja sem hefur eitthvað
merkilegt fram að færa og segja sem hefði ella bara verið inn í stofu og tala við sína nánustu, þannig að það er bæði gott og illt en það er eðlilegt að það komi svona að það drægi úr lestri allavega tíma en sko við höfum bara einfallega þessa ofboðslega djúpu þörf eftir fyrsta lagi sögum og líka síðan bara einhver ákveðnum ég get sagt sko fegurð eða leit sem er í ljóðum. Það er alltaf miklu færri sem eru þar og hefur alltaf verið fyrir utan náttúrulega þegar var svona rímnarskáldskapur og annað eins sem var bara þeirra tíma Netflix eiginlega sko. En þessi þörf eftir sagnarskáldskap er svo ofboðslega djúp í okkur að hún fer ekkert og jafnvel þótt að lestur hafi dregist eitthvað saman, þá hef ég engar áhyggjur að því sko. Þetta fer alltaf upp og niður og við vitum ekki okkur hætti til þegar kemur einhver nýtt upp og kemur einhver sterk hneigð eða þróun að þá höldum við bara að þetta muni halda svona línulega áfram en við vanmetum okkur sjálf sko. Eins og maður heyrir á eins og mínum börnum sko, sem eru svona kringum sko tvítugsaldurinn að þá er svona komin ákveðin svona viss innri mótstaða gegn þessum ofboðslegu flæði sem er í samfélagsmiðlunum og svo annað líka bara ég meina fyrir 20 árum að þá fóru flestir með plöturnar sínar og hentu þeim sko. Núna eru þær allt í einu komnar þó að það ekki komnar í sama magn og áður en það var engi sem spáði fyrir að plöturnar kemur aftur, það þótti alveg út í hött og þetta er bara fyrst mér svona lítið dæmi það að sem betur fyrr getum við ekki sagt fyrir hvernig hlutinum muni verða. Þannig ég hef alveg endalaust trúa því að skáldskapurinn muni lifa alltaf og vegna þess að við höfum hennan þörf fyrir það og það er ennþá fólk að fara í skáldskap, í sögur og ljóð og sæki sér þangað einhverja fyllingu, einhverja huggun, líka bara einhver sem opnar fyrir en auðvitað þarf líka einhver annað sko. Og þó Einar Ben hefur ágættu þá ekki endalega víst hann komi í staðinn fyrir geðlyf ekki hjá öllum allavega sko. En kannski þar færtu geðlyf eftir að hafa lesið Einar Ben sko. Þetta er kannski sess eða staða höfundarins í samfélaginu. Þú nefndir Thomas Mann sem að talaði eiginlega merkingu inn í menningu Evrópu og var bara einhvern veginn mörguleiti svona bara tákmynd svona miðevrópskar menningar og gildi hennar og möguleika og allt það að það er kannski þetta hásætti sem hann er í það er ekkert í boði. Nei, en það er það eitthvað til að sjá eftir sko. Það er margar dómkirkjur hafa fallið sko. Já, það er bara fínt sko. Það er bara fjölmiðlum að allar dómkirkjurnar eru fallnar sko. Já. Það er bara auðnin eftir. Já, við náttúrulega höfum ennþá þessa sterku allan erlendis, þessa sterku erlendu miðla sko. Já, þeir eru bara ekki svipur hjá sjón. Já, en þeir eru samt þarna og maður sér það bara þegar maður kemur bara ekki lengur enn til Danmörku sko eða Noregs að það er ennþá dagblöð sem eru þar og þó að færri lesa þá eru þau þarna og það sem að það er ekki farið og það getur vaxið aftur en sko auðvitað voru náttúrulega sérstaklega á 19. öldinni þegar þetta hugtak sko þjóðskáld var víða og það var þessi sko bæði krafa og þörf eftir að þau myndu stíga fram og hafa einhverjum að segja og það var einhvern veginn. En líka kannski út af bara deglu að mikið fólk er að flytja úr sveiti í borg og það eru samfélagslega breytingar og við sem erum að koma í borgina við erum að leita einhverju merkingu í nýju lífi okkar og þá náttúrulega lesum við bara Steinar og sjáum hann að býtu þarna það er raunverulega staða sem ég get verið á í borginni sem verkalýður sem var bara ekki til áður í bókmenntunum og ekki hugmyndaheimi okkar og þess vegna hafði hann svona mikil áhrif á mig sem alþýðumann 1933 ég meina svona gerist þetta Já, ég meina aftur, við veitum ekki hversu margir lásu Steinar akkurat þá sko ég held að fleiri hafa nú farið bara í Tómas og Davíð sko
en það veist, auðvitað náttúrulega staða höfundarins sko allt önnur en hún var sko og því að bara það eru bara svo, eins og við tala svo ábúðlega margar raddir í boði og veist, við getum endalaust deilt það eða velt því fyrir okkur hvort að það sé gott eða vont. Ég ekkert endalega viss að Thomas Mann hafi haft eitthvað meira að segja lífið almennt en aðrir þar að segja í einhver dagblaðaskrifum sko. Að því að höfundin alltaf, eða þar að segja ef þetta góður höfundur, þá hann alltaf stærstur og mikilvægastur í því sem hann skrifar í skáldskapnum. Því að þannig að þegar þú skrifa og það það sem að gera í skáldskapinu svo merkilega. Ég eiginlega vísi í skáldskapinu í ljóðum Steins og að það gerist í skáldskapinu. Já, hjá Steini, en sko Thomas Mann náttúrulega vil líka sko... Ég skal spyrja það áður hérna svona greinarskrifa okkur lera. Ég spyrja það eftir það. En munurinn á greinaskrifum höfunda og þeirra skáldskap, þar sem við erum að tala höfund sem góður, hefur eitthvað fram að færa, að það gerist eitthvað þegar þú ert að skrifa. Og þetta bara hefur verið, þetta hefur fólk skynjað bara frá upphafi vega að það eins og sé munur á skáldunni eða höfundunum og manneskinu sem að skrifar að það eins og að þú getur að þú búir einhver afli meðan þú ert að skrifa sem þú hefur ekki í þínu daglega lífi og maður fann þetta bara þegar ég skrifaði var svona þurfti að skrifa mína fyrstu sögu, bara á svona skólaverkefni og þá gerðist þetta að maður einhvern veginn, manni fannst mann sjá meira og betra og dýpara en áður og svo hvarf þessi tilfinning leið og ég lagði blýantinn frá mér og þess vegna oft þess vegna verður fólk oft fyrir vonbrigðum þegar hittir uppáhaldshöfundur sinn eitthvað svona því bara hvar starðin sem ég er búin að vera skynja og sjá og drekka í mig í hans eða hennar bókum og þetta eitt af svona þessu sem svo skemmtilegt og dáslegt við skáldskap að það eitthvað þarna sem við skiljum ekki og getum ekki stutt fingra og við vitum ekki hvaðan þetta kemur. Þetta eitthvað sem mistist en þetta ekki bara, getur ekki líka bara verið einbyttingin, það sem þú situr eftir að skrifa og það einbytta þér inn í eitthvað hugarheim eða sagnaheim og það bara svona þensla hugans sem að bara tölvöld mikil ef við bara ímyndum okkur spennu eða þyngd eða eitthvað sem allt öðruvísi heldur en ef ég hringja bjöllunni heimaður og þú kemur til dyra og helst þá mætið þú mér bara með svona spennu og svona þyngd og meðan að þegar þú sast við skrifborðið þetta þá var bara með einbyttinguðinni. Það það sem enginn hefur enn á það. Þetta nú bara eins og ég var eins og á Rástöðin sem Kári Stefáns blés til hvað hugsun og það voru mjög lærðir einstaklingar sem hefðu rannsakað þetta í áratugi og niðurstöðin var að það veit ekki hvað það að hugsa, hvernig hugsun myndast, hvernig hún verður til en það bara að hvort þessi einbindingin eins og út að segja hvað sem en í gamla daga ástæðan fyrir að fólk hér til forna tengdi alltaf saman skáldskap og annarkot galdra eða trúarbrögð vegna þess að það upplifði einhverja mannesku sem orti ljóð sem var bara miklu stærri en hún sjálf. Þannig að það var mörkum. Já, þannig að það var bara þessi lógiska niðurstaða var þá að það eru guðir sem að tala í hérna gegniði og ég kannski vona það sé ekki þannig með höfund almennt en þetta bara eitt af því sem gerir manneskuna svo fagra og svo merkilega að hún geti, ég meina, sjáðu bara líka tónlistina eins og Mozart eða Paul McCartney eða eitthvað svona þetta eru manneskjur sem að verkin þeirra eru svo margfalt starra en það sjálfar Það geta farið í sköpun sinni og komið með tilbaka eitthvað sem að bara kannski hálfuleiti tilir í þeim ef þú ert að tala mannin þegar það kemur þegar hringi bjöllunni stránt til tekið ég veit nú oft í Dylan hann hefur sagt að hann hafi ekki bara grænan grun hvaðan hann sótti
Það er hérna sköpunartímabil sem er eitthvað hérna rétt 2 ár hjá honum, þar sem hann gerir alveg stórkostleg verk og hann segist bara ekki vita hvar þessi ungi maður sótt þetta. Nei, þetta eru sumir höfundar. Hann geti aldrei getið þetta aftur. Nei, það er eins og Faulkner, hann þetta á við bæði höfunda og bara listamenn almennt að sumir myndi eiga svona tímabil. Faulkner átti hérna 8 ári eitthvað svona sko á 4. áratugnum og sem bara einhver undur og hann náði aldrei nákvæmlega sama flugi en veist, það er bara vegna þess að sko listamenn eru ólíkir þá sumir blómstra fullkomlega og algjörlega þeir eru ákveðnum aldrei búin að ná vissum þroska og svo eru við með þetta fánálega óskamfélina afl sem að æskan er sko æskan sem að dugir kannski undir hjá sumum sko undir fertugt sko og ungmanndómsárin til 42 ára svo það er svo jungi sko já, en síðan tekur við náttúrulega eitthvað allt annað sko síðan veist, þá ertu búin að brenna einhverju frumafli í þér og þú ert búin að skrifa eða semja þetta sem hafðir í þér í upphafi sko og þá tekur við mesta fjallgangan sko að reyna að endurnýja því sko. Endurskapa sjálfa þessi listamann sem þegar orðin að annarri mannesku. Veist, þú ert kannski orðin annarri mannesku en þú þroskast og eða einhvað en þú þarft að finna nýja leið. Sumir ná þessu ekki. Og þú ég sem að sé jafnvel algengar að fólk ná þessu ekki. Að þeir eigi bara tilturlega sorglega skamman sterkan sköpunartíma en nái ekki að svona endurfæðast inn í ný aldurskeið. Mér finnst hérna Laxness er náttúrulega dæmi mann sem gerir þetta einkanlega glæsilega. Hann á stórkostlega æskuverk og hann á svona ungmanndómsverk þar sem hann er að svona olbogast og frekjast og hæðast og allt þetta. Svo á hann hérna manndómsverkin sem eru svona stór svona burðarverki þar sem hann er að reyna að halda utan svona mikið svona hátimbraðara skálsugur og svo á hann hérna Wise Old Man þar sem að pennin er orðin frjálsari og hérna þannig að svona dæmi svona þessa glímu við að endurnýja sig á ólíkum aldurskeiðum. Hann náttúrulega þurfti að ganga í gegnum krísu náttúrulega frá svona veist Paradísar heimt og Brekkusanál eru svona upphafið þessari krísu og hérna veist að því hann skrifar hann byrjar sem sko veist fullkomlega samtíma höfundur á 3. áratugnum, modernisti, surrealisti og hvað drekkur í sig það sem er að gerast út í heimi. Svo verður hann fyrir til Ameríku og verður kommunisti og sem kommunisti þá má hann ekki vera modernisti sko. Þá verður hann það verður sem sagt að það verður að koma hlutum til skila og sem að modernistin kærði sig ekki hann kærði sig ekki einhverja boðun. Þannig að þá kannski heillaðist hann að því að ímyndaði Laxness alla sögurnar sem við eigum eftir að segja frá svona alþýðu fólki sem hefur ekki fengið að vera hluti af sögun okkar. Pældi í öllum sögunum sem eru ósagðar, hann hefur kannski bara heillast þessu. Já. Eins og margir gerðu. Já, það getur vel verið sko. En það er að gera ennþá í dag. Þú kannast að menn er að segja sögur sem hafi ekki haft rödd. Já. Það er alltaf eftirsókn í því. Já, en það er sko en hann semst í þessum miklu verkum sínum á 4. og 5. áratugnum sem náttúrulega eru mikil en þau eru líka svona í aðra röndina mjög hefðbundin. Þetta er svona 19. aldar verk á einhver leyti og hann semst að og hann hataðist við modernismann og hann var mjög ósanngjarnt og það var mjög dapurlegt hvernig hann talaði niður modernísk ljóð sem var að koma einu ljóðin sem eru einu kvæðin sem eru þess virða yrki eru þau sem er hægt að syngja. Þetta er náttúrulega bara bull og þvæla sko en hann varð svona svolítið í staðinn fyrir að rétta þessum ungu örvandi hönd að þá sat hann á stóð hann á sínum stalli og lamdið á niður sko en hann fékk það í baki sko að því að sko maður sér það með Brekkusanál og Paradísar heimt að það er eitthvað styrnað þar sko og svo kom hann næstu í 10 ár þar sem hann getur ekki skrifa skáldsögu vegna þess að hann er bara komin í þrot sko og þá skrifa hann þessi absúrt leikverk sín sem eru svona eins og þau eru en þá nær hann að skrifa sig í sátt við modernismann og postmodernismann og þetta hele og skrifa
dásulegu, skemmtilegu, kitlandi verk hérna í lokin. Og svo skrifar hann endurminningar eins og gömlum mönnum hætti til. Já. Og það sem að hvað satt og hvað minning og verður eiginlega svona, það verður eitthvað svona förðulegum heimi. Já, sko, það náttúrulega, það verður mjög dapurlegt ef að skáld geti skrifað endurminningar sem væru ekki stútfullar af skáldskap. Þá eitthvað dáið hinn í skáldinu, sko. Herðu, en einu sinni var Laxness, hann var svona næstu, svona eins og Tómas Mann í Þýskalandi kannski. Hann var svona þungur klafi fyrir skáldina að bera. Það ennþá þannig? Hvað heldur að Sess Laxness sé? Heldur að þú nefndi átt börnum títust? Heldur að Laxness eigi erindi við þetta fólk? Já, góður höfundur er góður vegna sem hann á erindi allar tíma. Já, ok, en samt eftir sem áður að þá tíðrandi af einhver leyti svona sveiflast og það mismunandi hvaða eldri verkum rata inn í okkar samtíma. Það er bara eitt af því sem er mjög heillandi. Ég meina, þegar ég var að byrja, sem fekk áhuga á skáldskap og hérna í Keflavík, þá fór alltaf bókasafnið og lá í gömlum tímaritum. Ég hafði einhverjum ástæðum mikinn áhuga á því og hafði mjög mikinn áhuga að lesa ritdóma, líka í gömul blöð, það voru stafla á gömlum dagblöðum. Og þá rakst ég á þetta þegar ég var að lesa ritdóma kannski frá 1940, 1950, 60, eitthvað svona, að það verið eitthvað sko tala einhver verk sem einhver stórfenglegt og eitt af besta sem hefur komið og þarna sko 30 árum síðar þá vissi enginn hvað þetta var sko, algjörlega gleymt. Og þannig að það er það sem er svo heillandi við þetta allt saman sko, að þú veist ekki hvað lifar. Hvað mun lifa og það sem er ofboðslega vinsælt í dag er kannski bara gleymt á morgun og öfugt en svo líka að bók eða höfundur sem að nánast fellur í gleymskunum dá en rís síðan upp aftur eða sumverka hans eða hennar eitthvað svona, þannig að það er vonlaust að geta sér til hvernig sko höfundum minn þróast og hvort hann verið lesin eða ekki og það sama gildi með Laxness. Hann er að fara inn í tímabil núna þar sem að tíminn, hinn strangi og miskunnleysi ritdómari með stóru R-i er að byrja að svona síja út sko. Kannski er bara gott fyrir að hann gleymist einhver tíma og svo komið fólk sem er laust kannski við hugmyndir okkar Laxness. Ég býst við að hann hafi verið svolítið stór í þínum huga. Já, ég meina, hann var auðvitað stór á mörg leyti en hann var aldrei fyrirferð sko. Hann var aldrei fyrir mér sko. Það var sem betur fyrir, ég meina, hann var meira gagnvart kynslónum sem voru undan mér sem að maður fann fyrir hvað það var svona, hann lá á þeim sko sem svolítið og var svona, mér fannst við þóruð svolítið svona kannski of lotningafull sko. Mér fannst það bara einn af frábærum höfundum sem maður hreifst af og svo seinna fekk maður krítiskari sín á hann og allt það en sko það er náttúrulega fyrsta lagi að gefa hann út í nútíma stafsetningu. Það er, ef hann á að lifa þá verður að gera það sko. Og það er bara eins og hann á sínum tíma gaf Íslendingasögurnar út. Og hann mun, ég meina, þessar miklu bækur hans frá 4. áratugnum eru flestar of langar, finnst mér. En það sama má segja með Moby Dick eða margar bækum Tómas Mann. En það eru það öflugar að það yfirstíga gallana. Þannig að hann verður alltaf, allavega hér á Íslandi. Hann er ekkit ofboðslega þekktur erlendis sko. Er það langar vegna þess að hann er orðmargur eða er það langar vegna þess að hann er að smíða einhverja byggingu í þessum miðkaflanum hjá honum, það eru svona svolítið þunglamarlegar sumar. Já, þannig að þeir saman að vera orðmargur og smíða svona og það eru bæði náttúrulega bara hann að eðli sínu mjög mælskur höfundur og stundum verður að Lottin penni, hann er svona ánæður með sig. Já, maður finnur það alveg sko og stundum sko bara, ég man að ég í tvígang síðustu 10 árun las ég sjálfsagt fólk með börnum mínum sko og sumt bara var stórfenglegt og svo var annað sem að bara
hristi höfuðið yfir eða andvarpaði og hugsaði sko bara akkur var þetta ekki skorið niður, bara heilu flekarnir. En ég meina þetta bara eins og hann og þannig að þó að, en svo náttúrulega bara þetta skemmtilega með bækur, að til dæmis Moby Dick, sem stórfuglabók og ennþá lesin mjög stíft og það má alveg örugglega styttan sko lágmark þriðjung. Og ef að Melville hefði komið henni inn á forlagið í dag og fengið alveg yfirlestur og þá hefði hún verið stýtt. Það er ekkert víst að endalega hún hefði verið betri. Hún hefði verið betri einhver leyti en stundum eru gallarnir nauðsynlegir í skáldsögunni. Og það er það sem að við skiljum ekki, áttum okkur ekki á fyrir, þetta þarf ekki að vera. En við vitum ekki alltaf hvað raunverulegur styrkur ekki því að þetta er bara eins og með persónu að stundum eru svona vissir gallar í persónunni gera hana að meiri persónu, gera hana heillandi en náttúrulega ef gallarnir eru miklir þá bara hún óþolandi og það er saman með bækur sko. Og svo veit maður ekki hvað kemur út úr sko, lengdinni eða endurtekningunni eða eitthvað svoleiðis. Það er stundum gott að teygja eitthvað og sjá til. Við getum sett það við þessi helgispjöll okkar sem við leyfum okkur að hafa mjög lönga því að það bara verður forvitur að vita hvað kemur fram í samtalið og lengir það. Já, það er ekki alveg alltaf fyrir sér hvað það er. Sko. Samtalið er náttúrulega ferðaleg. Sko. Herðu, ég ætla að spyrja þig æsku uppruna, en það er eitt í sambandi við höfundin að við erum búin að fara við erum búin að tala páfana og við erum búin að tala suðið og við erum búin að tala hitt og þetta. En mér fannst það áðan þú varst að tala lesandana, hann var mjög svona nærri þér. Það var eins og þú hefðir lesanda í huga þegar þú værir að skrifa. Nei, það er alveg þveröfugt. Ég hugsa aldrei lesandan og sem ég svona næstu skammast með stundum þegar ég viðurkenni það. En sögumaðurinn að ræða við ykkur, getur sagt svo? Ekki lesandan, sko. Hvað er það sem ég hef aldrei velt því fyrir mér og hef ekki áhuga á því, sko, því að þegar ég er að skrifa þá er ég bara að glíma við þann heim sem er að verða til í höfðu mínu og líkamannum eða hvað sem er að verða til og það er bara það mikil vinna og það er það mikil einbeiting og það er það stundum erfitt og stundum gaman náttúrulega að það er ekkit annars sem kemst að og ég veit auðvitað veit ég það að bók verður ekki til fyrir en hún lesin sko. Þannig að alla bækur þurfa lesenda og vonandi lesendur en ég held að höfundar eru þetta alls konar sem betur fyrr en mér finnst einhvern veginn að ég hef þá tilfinningu að ég held að hættan sé svo eða vart að hugsa mikið lesandan að þá er það að hafa áhrif á það sem átt að gera en það er einhverjum reysi þetta bara hefur aldrei verið spurning í mínum hug ég hef aldrei þurft að velta því fyrir mér af því ég er ekkert að hugsa eina sem er að hugsa þann heim sem er að smíða og er að verða til og ég er að reyna að ná því fram sem ég finn fyrir innra með mér og það er náttúrulega bara stöðug barátta og svo einhvern veginn finnum maður smá saman að það er eitthvað að smetla, maður finnur ef það er eitthvað sem þarf að laga að skera burt eða skrifa aftur og aftur því að suma kafla þarf maður að skrifa alveg ótal sinnum og stundum gengur ekki maður verður bara að henda þeim og allt það en þetta er bara hefur alltaf verið hjá mér bara einhver svona tilfinning bara eins og eiginlega þetta er nánast eins og einhver tónlist ég finn að tónnin er komin sko. Þú nefndir áðan Thomas Mann sem skrifaði heilu kaflan á frönsku hann gerir ráð fyrir að lesandir hans kunni frönsku er hann ekki með svona beint eitthvað tiltekið lesandi í huga en hann er með svona ég er að segja þessa sögu inn í þennan sal ég gerir ráð fyrir að ég notaði þetta oft þegar voru ungi blaðamenn að koma þá segja skrifaði til sjálfsins sem varst 12 ára þá þú komið með svona þá greind sem þú þetta að lifa með en þú ert ekki með neina fyrirfram þekkingu og það var svona bara hugmynd það hver er móttakandinn ekki svona einhver svona óljós hugmynd hvað má leggja á lesöndina Nei, ég meina þarna ertu aftur bara komin í ákveðna spurningum ákveðna fagurfræði sko og sumir höfundar hugsa þetta og það er bara allt í lagi
Það bara þeirra aðferð og ég er svo glaður yfir því bara lausir lesendur. Nei, að höfundar eru svona misjafnir, það eru ólíkir þar að segja sko. Og ég man eftir að einhvern veginn þegar við Eiríkur fórum í ferð, Eiríkur Guðmundsson heitinn, fórum í ferð saman til 2004-05 til London og aðalega erindið var að hann var að taka viðtal við Isaguro. Og í því viðtali sem þá sagði með Isaguro og það undraði okkur báða sko, að hann alltaf með þýðandan tiltók, sko, danska þýðanda, en það var bara dæmi á öxlinni. Þannig að þegar hann var að skrifa og svo kom eitthvað orð og þá fór hann að hugsa er ekki svolítið erfitt að þýða þetta orð. Og fyrir okkur, við vorum algjörlega okkar fagafræði þannig að okkur fannst þetta fatal sko, að ef þú byrjar að hugsa þarna þá ertu farin að stöðva flæði sko. Og fyrir utan allt hægt að þýða sko. En hérna... En þetta ekki góð hindrun sem getur örvað sköpun? Það eru kenningar sköpunum það sé gott að búa sér til smá hindranir? Já, ég meina, það er nóg anskoti miklar hindranir bara að komast að því sem er inni þér, sko. Þannig að ég þarf ekki að búa til svona hindranir innan með mér, sko. En þetta snýst fagafræði, sko. Þetta snýst það að sumir höfundurinn þannig og það er bara fínt að þeir eru meðveitir það að vilja ná til vissra höfunda eða ná breytt eða eitthvað. Og það er bara fínt og bara dásanlegt sko. Þú veit ekki þannig kenna? Nei, ég bara, það er ekkit mér finnst það, ég er ekki að segja að það sé eitthvað mikilvægur og merkilega, en þetta er bara ég sko. Og ég hef bara einfaldlega aldrei hugsað lesandan þegar ég er að skrifa og eina sem ég er að reyna að gera er að koma þessum heimi saman og að reyna alltaf ómeðvitað að endurnýja skáldsöguna, finna einhverja nýja leiðir til að segja frá þannig að maður er stöðugt að því, maður er stöðugt að reyna að endurnýja sig, en ekki meðvitað, heldur þetta er bara þessi innri þrá að vilja ekki endurtaka sig. En svo finnur þú lesendur? Nei, þeir finna mig sko. Já. Og ég er bara verið heppin hingað til sko. Heppin með lesendur? Heldur það sé þannig að höfundur geti verið óheppin með lesendur? Nei, ég á við sko heppin bara hvað þetta gengið vel sko. Það gengið vel? Já. En lesendur, þeir eru náttúrulega, þetta verður ekki til fyrir þeir lesa það? Nei. Þeir eru með höfundar í sköpunarverkinu? Já, ég meina ég er náttúrulega vel þá ekki sko. En þeir koma. Ertu heppin með það eða hefur þú fengið lesanda sem er svona erfiður með höfundur? Nei, ég líti ekki á það sem sko... Gagnrýndu geta verið það? Lesið eitthvað inn í verkin sem að þú kannski... Nei, það er bara, mér finnst það bara dásanlegt ef einhverjir sem oft gerist, hvort sem er gagnrýndur eða lesendur er að lesa einhvernig verki sem ég aldrei hugsað út í eða velt fyrir mér og þá veit ég að ég hef gert eitthvað. Og að því að ég ger mig líka alveg grein fyrir því að ég skrifa náttúrulega út frá minni sýn og minni reynslu og minni minningum og minni persónu og allt þetta. Og er að skapa einhvern heim og það er einhvað sem ég er að fara og stundum veit ég ekki alveg hvað það er og svo framvegis. Að einhver aðrir lesendur koma og sjá einhvað allt annað eða hluta til einhvað annað, þá hefur mér tekist að gera einhvað sko. Því að náttúrulega enginn er eins og enginn kemur úr sömu átt að bók. Og þegar þú fer að lesa einhver texta sem er einhver leyti margræður, að þá segja sér sjálft að sá texti snertir mismundi við fólki. Sumt það sem að hrífið eða hrærir við þér kemur ekki við aðra sko. Þannig að það er ævintýrið í skáldskapnum, það er ævintýrin í að lesa, að enginn les bók á sama hátt sko. Við vorum svolítið að tala það hérna áðan hvernig fólk getur, hvernig fólk hugsar, stundum til þess að staðfesta það sem er sannfært áður en stundum opnast getur skáldskapur opnað, en það getur eitthvað komið að bókinni þinni og fundið þar eitthvað staðfesting á því sem honum fannst áður, hann gefur bara með svo mikið farangur með sér að hann les bara út úr bókinni þinni það sem að honum finnst að ég að vera þar. Já. Kannski þú ert orðið bara tildulega lítill þáttakandi í því sköpunarverki? Já, það er þó bara augljóslega hans vandamál sko og hans fátækt sko, af því að maður er alltaf að vera opinn fyrir einhver nýju. Eitt í viðbót, það er við vorum aðeins að ræða svona hlutverk höfundarins í samfélaginu.
Og það var, þegar þú nefndir til þess Thomas Mann, þá getum alveg séð fyrir sér að á svona tímum eins og við lifum núna, að þá hefði einhver þjóðveri hringt á bjöllunni á honum og spurt hann, Thomas, hvað eigum við að gera frammi fyrir ástandinu á Gaza? Og á hverju það þannig að mér finnst þetta að vera mál sem að ég verð að gera eitthvað í, en ég finn ekki svona leið til þess að, við getum alveg að setja fyrir okkur. Og einhver leiti þá höfðu höfundar, kannski út af þessari einbeitingu eins og vorum að tala áðan, þeir fara út á einhvern jaðar og sækja eitthvað sem kannski stærri en þeir sjálfir og samfélagi hefur trú á því. Og það bara, þetta næstur eins og svona prestlegt hlutverk sem að höfundar og skáld hafa haft alla tíð í samfélaginu. Já, en ef ég hringi á bjöllunni hjá þér og spyrði Jón, þú verður að svara fyrir okkur í samfélaginu. Við erum að slitna hér í sundur af einhverjum ágreiningi frammi fyrir einhverju ákalli sem að við verðum að geta svara sem heild og gefa okkur svar, Jón. Já, í fyrsta lagi þá held ég að sé borin vona að við getum svara sem heild, og bæði því miður og sem betur fer, þá splundrust við, Jón. Þannig að þú verður að ná utanum okkur, þótt að við séum tvístru þegar við komum til þín. Getur þú náð smala okkur saman eins og Tómasi tókst að smala okkur inn í mið-evrópskra menningu, þannig að okkur leið eins og við ættum heimaður. Já, ég meina, ég held að hann ekki smalað einhverjum múrara í einhverju smáþorpi, en það eins og ég held ég sagt á það er bæði kostur og galli að höfundar skuli ekki vera fyrirferðarmiklir í opinberri umræðu, að ein ástæðan aftur fyrir að það var sótt til þeirra og það var hlustað mikið á það vegna þess að sérstaklega þessar stóru höfund að fólk hafði á tilfinningunum eftir að þeir hafi lesið bækurnar þeirra að þeir höfðu svona einhvers konar nánast svona guðlega sína vegna þess að þeir séu lengra. Já, vegna þess að þeir sköpuðu heim sem að var svo ofboðslega margbrotinn að fólk hugsaði bara þessi höfundur, þessi manneskja hlýtur að sjá og vita miklu meira en við. Rúmar allan heiminn í hausnum á sér. Og svo náttúrulega er þeirra að það er þeirra hæfileiki að sitja saman í orð, setningar sem að smjúga og þess vegna geta verið mjög góðir greinarhöfundar vegna þess að þeir kunna betur en flestir aðrir að gera það. En svo náttúrulega en hvað ef þá að segja ef að höfundurinn er kannski ekkit mjög geðfelldar skoðanir eða skoðanir sem að þú ert ekki sammála eða eitthvað svona að við getum ekki gefa okkur það að höfundur bara tali fyrir alla það er náttúrulega fyrst ekki hægt. Ég meina Knut Hamsun hann skrifaði sína greinar og hann féll líka í þá þetta er ákveðin óhemingja eða ákveðin svona tragedía þegar höfundurinn fyrir að trúa því sjálfur að hann sé óskikull að vegna þess að það er svo mikil aðdáun á verkum hans hann er kannski bara að reyna þannig að ef einhver sem að skrifa svona grein hann er kannski ekki að svara eins og hann sé hann bara reynir sitt. Já, hann reyndar hann taldi sig orðin hafinn yfir ákveðna hluti. Þetta var að minna almennt. Já, en mér finnst þetta er alltaf þetta er svona síkil spurning og deila hvort að höfundar taka þátt í umræðinu og mér finnst bara að ef þeir vilja gera það og ef þeir geta gert það, því það geti ekki allir gert það. Ég meina við höfum frábæra höfunda sem að þetta einfaldlega rímar ekki við það er ekki þeirra eðli að sitjast niður og skrifa grein. Ef þeir geta þá bara endilega að gera það Þú hefur gert það? Já, ég hef gerað það og sérstaklega hér í den oft en það sem að þeirra helsta verkefni það er að skrifa góðan skáldskap og að því að við höfum annars vegar greinar í blöðum sem eru náttúrulega ofboðslega mikilvægar og það er svona algjörlega inn í þann dag sem er að líða og sem er mjög, mjög mikilvægt. En svo höfum við í verkunum einhvað sem að maður getur sagt svona lengri hugsun og hún er jafn mikilvæg þó hún fari hægar.
Þannig að þú veist, það getur verið ljóð Gaza eða einhver texti eitthvað, ekki endilega Gaza, heldur bara eitthvað sem farið til að hugsa og það skiptir ekkit síðu máli heldur hitt, því að þá erum við að ávarpa sko mennskuna en ekki eitthvað tiltekið málefni sko. Hvoru tökja til heimi bókmyndara? Já, ég meina ég sé sko, veist, ef að höfundar geta hafa hæfileikan til þess að skrifa greinar, þá er það bara frábært og ég styð það algjörlega en leið náttúrulega er þetta þú talar þetta Gaza sko að það náttúrulega líka svo bara svo ofboðslega margar raddir sem eru í gangi að einhvern veginn hvernig ætlar að stíga inn í það öðruvísi en að bara vera að taka undir það sem aðrir hafa verið að segja sko. Þarftu að bætast í hópinn? Já, þá líka fer maður að hugsa sko, ok, þú ertu kannski bara að skreita með einhverjum fjöðurum sko. Þú ætti að tala höfundar sem að skrifa, við nefndum Laxness áðan, hann skrifaði aldeilis slatta. Já. Það var einhver sem sagði hann að gallinn við Greinar Laxness er að hann er stílisti og hann trúir því að það sem er vel stílað sé satt. Já. Þannig að pennin hans dregur hann frá sannleikunum en ekki að honum. Já, ég meina það er náttúrulega þegar stílinn verður til fyrir stílinn, sko. Já, ef ég get orðað eitthvað nógu snjallt, þá hlýtur það að vera snjallt. Já, og það er, veist, þú kannski sem höfundur, það er kannski hægt náttúrulega að þú verðir svolítið ástfangin af þessum tóni sem hún nærðu úr, sko, og þannig það verður bara einhver falleg músík, sko. Þannig að, veist, einhverju leyti er það rétt, en stundum hins vegar að þá fer það saman, sko, eitthvað veist, hvað er sannleikur sko, en eitthvað sem er mikilvægt og orða þannig að það smýgur inn og hefur áhrif á því. Já, svona það er sannleikurinn sem svona uppgötun. Já. En að því við erum þarna og þú nefndir Eirík Guðmundsson, hann náttúrulega skrifaði óteljandi pistla, hann var svona útvarpsskáld og var einhvers þar að reyna að finna stöðu þarna þar sem hann gat nota skáldskapinn til þess að greina samfélagið og ég heiti bara mörgum árum og mikil orku í þetta. Ég veit ekki hvort hann var sáttur við þetta, hvort hann var ekki að gera þetta bara því að hann var í útvarpinu og hefði frekar vilja að vera yrkja eða fannst þér þetta að vera að henda góðum bitum í hundskjaft að hann heiti svona mikil orku í pistla sína? Nei, þetta var algjörlega einri þörf og hann var lengi framan af algjörlega heill þarna sko og það var ekki fyrir kannski bara þegar leið á sko, þegar hann var búin að gera þetta lengi að það náttúrulega fór kannski skáldskapurinn að toga meiri hann en hann var algjörlega heillar af þessu formi og hann var sem sagt RÚV og Rás 1 var mjög mikilvægt fyrir honum og hann lagði, það var alveg óbóðsleg vinna sem hann lagði alltaf í þegar hann var með lengstu með viðsjá að þá veist, hann vann eiginlega nánast bara allan sólarhringinn sko, og setti allt sitt afl í þetta og hann var náttúrulega, það var einhver þessi löngun í honum og þörf að taka þátt í umræðinni og hann eiginlega sko bjó til þetta pistlaform og náði fáralegum góðum tökum á það voru hérna 3-4 ár þar sem þetta voru svona eiginlega nánast eins og messur og höfðu gríðarlega áhrif og fólk bara sem sagt, þetta var á þeim tíma þar sem að þú varst að ná útsendingunni þegar hún var, það var ekkert endurtekið sko, þannig að fólk bara eiginlega svona passaði upp á það að vera nálægt útvarpið þegar þau vissi að hann myndi koma með pistil. Og formið þannig, þetta svona tímanlegt, þetta eins og að kasta ykkur í ána svo líður þetta niður. Öfugt þess að þú ert að tala áðan að í genum ljóðið eða skáldsögun þetta ná svona lengra tímaspanni að þannig ertu bara bundin eiginlega augnablikinu. Já, og getur haft alveg fáránlega sterk áhrif sem hann hafði náttúrulega bara með sínum. Það var svo margt sem kom saman náttúrulega sko, hjá honum. Það var þessi náttúrulega var alveg ofboðsleg stílisli sko. En svo líka bara flutningurinn, hann var svona sefjandi og kröftugur og svona það fór saman að hann var mjög greindur, gott skáld og góður greinandi og það er mjög sjaldan sem þetta
þetta fer saman og þá er greinandi bara á bara heiminn almennt og líka náttúrulega bara bókmenntir og annað sko. Þannig að þetta var svo margt sem að kom saman og bjóð til þetta píslaforman sem var svo sem skiptir svo miklu máli á sínum tíma og það væri náttúrulega mjög gaman að eiga þá alla sko og ég veit að einhvern tíma það stóð nú til eftir að hann dó, þá var hún talað það, ég vona það sé ekki alveg. Gefur þú þetta LP-plötum? Já, það bara, þetta er náttúrulega, já, veist, ég er náttúrulega ekki alveg hlutlaus, náttúrulega var mjög náinn vinur en mér finnst það að bara ætti að vera til inn á RÚV vefnum sko, bara pistlar Eiríks, af því að þeir eru bara hluti af sögunni sko. Þar hann að greina, þjóðstæðan sem greinandi og þá er hann eins og ljóðaskáld eða skáldsöguhöfundur á samtíman margræðina samtíma sem er fullur af ólíkum þráðum og ólíku virkni á milli og svolítið svona undur. Já, og hann náttúrulega líka notaði skáldskapin mikið til þess að greina sko og var oft sko gaman að hann var að fjalla einhver mál líðefni stundar, einhverja deilur eitthvað svona og svo bara allt í einu kom einhver tilvitnin í höldulíni eða eitthvað svona sko. Þannig hann hafði þessa gáfu sko að geta sótt einhver nýjan eða mjög gamlan skáldskap og notaði sem rýting í deilur samtíman sko. Og saknar Eiríks? Já, hverjum degi. Hann fór ekki vel með sig eins og settir. Saknar hans á meðan hann var á lífi? Það er stundur sagt aðstandendur, alkohólista og eða sammerkt með aðstandendum Alzheimer-sjúklinga. Að þú getur staðið fyrir framan manninn og saknað þess. Var Eiríkur svo illa útleikinn að þú saknaðir hans á meðan að varst með honum? Já, og það voru svona sérstaklega síðustu 2 árin sko sem að hann var svona eiginlega að fjara út sko og hann var undir lokin, hann var farinn sko og þannig að veist, það tók allavega 1 ár sko að kalla hann fram eins og hann var og sem betur fer þá hefur mér tekist það sko að tók tíma að komast fram hjá því sem var eftir sko, veist ég náttúrulega eins og þú þekkir sem er það bara einar erfiðu tilfinningar sem þú hafðir gagnvart því að þú þurftir að komast yfir þær. Já, og eða bara líka munan eins og hann var þegar hann var sko. Vegna þess að hitt er svo erfið tilfinning. Já, ég meina veist þú ert með veist því að þú þekkir náttúrulega alkohólismann og það er það sem hann gerir eins og veist alkohólismi gerir það sama og Alzheimer, það þurrkar svolítið út persónuleikann og sléttar allt út. Og maður fór alveg að finna fyrir því síðustu árin hjá Eiríki sko að sko við vorum alltaf í stöðum samskiptum og vorum alltaf að kasta einhverju á milli okkar og það var alltaf svo gaman með Eirík því að veist, hann var svo óbáslega, hann var óbáslega frjór, hann var óbáslega fljótur sko og svo fór maður að finna þetta smá saman, kom ekki eins fast tilbaka sko og ekki af sömu snerpu. Og það var bara svo hryllilegt að horfa upp á hvernig alkohólið fer með manneskjur og þessi og hvernig hún fyrir utan að þurrka út karakterinn að þessi dapurlega staðreind að allir eru jafnir gagnvart alkohólinni og það er sama hversu snjall þú ert og djúp manneskja að þú verður að klísju. Því að allar sögurnar eru eins. Þú verður að klísju. Það er ekki endurnýjum. Já, og engin endur. Það verður þrásdag. Já, og þessi blekkingaleikur að halda að enginn taki eftir þessu og halda virkilega að þú ráði við þetta. Og þannig að maður er náttúrulega búin að gagnvart öðrum líka, sko, þurft að fara í gegnum þessu sömu samræður, sko, og veist þannig að mér veist fyrir mér er áfengi dásanlegt að geta að drekka góðan bjór eða gott rauðvín eitthvað svona sko en það er líka jafn hræðilegt að sjá fólk fara inn í þetta myrkur sko. Já, mikla mannfórnir sem við höfum hótt á eftir. Það var gríðarlega. Og bara í listum hokkið, náttúrulega það er kannski minna núna undanfarið, þess vegna kannski saga Eiríks svona sorgleg, það eru kannski
7., 7., 8. áratugnum. Það var þetta svaka högg sem að alkóhóli heggur inn í bara listamanna kynslóðir. Já, náttúrulega. Og eyðilegur ferla hjá fólki og bara... Já, það er alveg bara í allir sögunni, sko. Ég meina Kristján Fjallaskáld náttúrulega hans þekkt dæmi það, sko. Herðu, ég hef hérna fyrir síð að ég spyr fólk alltaf hvernig mann fyrst eftir sér. Ég held ég mun ekki hvernig mann fyrst eftir mér. Ég segja stundur, sko, ég er blessaður með að hafa mjög slæmt minni, sko. Og áður fyrir þá harmaði ég það, sko. Og stundum auðvitað ger ég það líka, sko, en einhvern veginn það góða við að maður getur, sko, sótt í sitt eigið líf í skrifum sínum á þess að muna neitt, sko. Þannig að þá er meiri pláss fyrir skáldskapinn og svo veit ég líka þegar maður hugsa tilbaka þá veit maður ekki hvað er minning og hvað er það sem maður er að búa til eða eitthvað svoleiðis, sko. En ég það er alveg bara frá minni barnæsku, það er bara einhver svona stöku leiftur, sko, sem ég tel mig muna. En varðandi svona tilfinningar og kendir og svona því þú segir að þú getur sótt í það. Hefurðu grun hvernig þið leið þegar þú varst 6 ára? Já. Þannig það er þannig þótt að það ekki alveg tengt svona... Já, ég misti móðu mína, sko, þegar ég var tæplega 6 ára, þannig ég man það ágætlega, sko. En ég man ekkert, sko, neina staðreyndir í kringu það, ég man bara tilfinninguna, sko. Og það er eiginlega þannig... En ef tilfinningin ein og ekki svona staðreyndir, hvernig myndur þú lýsa henni? Þú er eiginlega bara að lesa bækur minna því ég hef verið að lýsa því í nánast öllum bókum sem ég hef skrifað, sko. Þannig að ég Það breytist það frá bók til bókar? Já, og ég er aldrei að, það er til, eins ég sagt held ég nokkur sinnum að það er til sem betur fyrir margs konar höfundar og sumir höfundar leita alveg stöðugt í sitt eigið líf. Og síðustu árin hefur verið tísku að kalla það svona skáldæfisögu eitthvað svona, sko. Svo eru til höfundar sem að leita eingöngu út fyrir sig, sko, og í söguna eða whatever. Ég er svona kannski einhvers staðar alltaf mitt á milli en það eru margar bækur sem ég hef að virðist sækja mitt eigið líf, sko, og minn uppvöxt eða mitt líf. En fyrsta lagi vegna þess að ég man fátt, sko, og það sem ég man eru meira, sko, tilfinningar eða kendir eða eitthvað svona. Og öðrulegi þá hef ég ekkert áhuga að endurtaka sjálfum mig og þriðjulegi þá hef ég ekkert mikinn áhuga sjálfum mér, ekki nóg mikinn áhuga til þess að því mér finnst heimurinn það mikilvægur að ég skipti ekki máli sjálfur. Þannig en maður sækir í eitthvað svona eitthvað afl, einhverja kjarnorku afl sem að er manns eigið líf, sem er einhverja minningar og maður fer þar í gegn með skáldskapinn og þá verður eitthvað nýtt til. Þá breytist það, þannig að ég kannski byrja að skrifa eitthvað sama hlutin en svo breytir skáldskapurinn þessu gjörsamlega, þannig eitthvað allt annað og nýtt verður til, byggt á því sem ég lifði. En ekki það, sko. Ekki tjóðrað við það heldur. Nei, og raunveru, sko, er orðið þannig að mitt líf og ég skipti ekki lengur máli, sko. Þetta með að hafa ekki áhuga sjálfum sér, þú veist að tala að rifja upp hvar ég las það, ég minni það hefði verið eitthvað svona, það var bara eitthvað svona Hollywood stjarna, kona sem að sagði ég hef engan áhuga á að leita sjálfum mér, það er miklu skemmtileg hluti í heiminum með það. Ertu að segja það? Nei, veist, maður er alltaf að leita, sko, þegar þú ert að leita þá ertu líka að leita að sjálfum. Jón Kalman er ekkert að undrum heimsins sem eru... Nei, ég til mig ekki verið neitt undur, sko, ég og veist, ég er náttúrulega bara aðalega áhuga því að vera sæmileg manneskja og vera góðu gagnvart þeim sem skiptir mestu máli og allt það en sem höfundur þá veist, mér er bara alltaf frá því ég byrja að skrifa, ég bara vildi breyta heiminum og komast að því hvort að Guð sé til og hvað þýðir það, hver er dauðinn og svo framvegis, þessar svona lykil spurningar.
og fyrir mér eru þessar leikirspurningar eru bara svona hluti af bara andatrætti lífsins sko. Það eru, að tala Guð, mér veist, það mér jafn eiginlegt að tala bara um kaffi eða fótbolta sko. Það er engin munur í mínum huga á þessum hlutum sko. Aðeins varandi leita sjálfum sér, það sagði ykkur hérna í spjalli að maður geti haldið að höfundur verið að nálgast sjálfa sig þegar hann að skrifa, en hann umvel að fara fjær sér. Hvað hljómar þetta? Það búið að segja svo rosalega margt skáldskapinn og höfundin sko, og það alltaf svona, og margar mitt svona flotta settingar eins og þessi, og það alltaf þegar maður hugsa þegar maður sér það sko, já þetta hljómar rosalega vel sko, en þetta er bara ein hliðin af mörgum sko. Þannig oft sannleikur, við komumst ekki nær honum heldur en svona að fá svona smá tilfinningu fyrir einhverju sannleikskorni, en það aldrei allur sannleikurinn. Nei, ég meina hættulegasta og hræðilegasta fólk í heimi það sem að til þess að fundið sannleikann sko. Þannig að maður stöðugt að leita einhverju sem gæti verið sannleikur eða einhver sem að skilt honum, og ég stöðugt að leita því sem skáld eða í mínum bókum. Vonandi finnur það ekki. Nei, þá verður það hættulegur. Ég bara nánast geng útfröð að ég finn það ekki sko, því að það getur ekki fundið það held ég. Er það annað sem ég spyr alla, því ég er með svona félagsfræðilegar rannsóknir líka. Ég spyr hérna, þegar þú varst barn, upplifðirðu að þú værir velkomin og elskaður? Eins og ég sagði, ég er ekki með gott minni. Þú manst kendurnar? Já, það var náttúrulega bara, það var bara alls konar sko. Það var bara alls konar. Veist þið náttúrulega, eins og ég sagði sko, ég misti móður mína ungur og allt það, og það náttúrulega hefur áhrif á við vorum mjög náin, þannig að þetta er bara svona eins og kjarnanguslýs innra með þér sko. Þannig að þú ert alltaf einhvern veginn, verður alltaf eitthvað svona skakkur eftir það sko, og ég held að ég hafi, og ég veit sko, ég lifði alveg einu á fullorðinsári og lifi svo þannig ennþá ekki nema hálfuleiti í heiminum sko. Að ég var bara alltaf, ég held að bæði eðli mitt og svo bara að flýja undan sásaukunum og sorginni og allt það sko, að þá fór ég bara inn í eitthvað aðra heima sko, og þannig að Ég leita skjóli og friði öryggi. Já, en líka vegna þess að mér fannst heimurinn ekki að við komið rétt fram við móður mína, sérstaklega sko, mér fannst þetta ósangjant sko. Þetta er náttúrulega dauðinn skepna. Já, hann skítal sko, en þetta er bara hans vinna sko. Hann segir hann sko, og þær hendur sínar. En bara veist, þannig að þetta var mín leið til að sko að rétta heiminn við sko, veist, að skapa annan heim þar sem að hún var á lífi og svo framvegis, og það var örugglega sem knúði mig áfram fyrst og svo bara hélt þetta áfram sko. Þannig að það voru náttúrulega bara eins og gengur og gerist alls konar hlutir í minni bensku, ég stamaði alveg gríðarlega mikið sem barn og svona sko, en einhvern veginn skipti það mikið raunverulegu máli að ég hafði alltaf annan heim, þannig að sá heimur sem ég lifði í, bara sem í holdi, að hann skipti mikið eins miklu máli sko, og ella. Þannig að ég held kannski að þess að þið svikið þig? Nei, bara það get bara hvaða skýring sem það sko. Ég stinga upp á því að það er tryggðarof við þennan heim og það hefur ekki verið tengdur honum með sama hætti og ef það hefði ekki orðið. Já, einhver leiti sko, en sko ég tók það ekki endilega prívat og persónulega sko, skilurðu. Þetta var bara staðurinn sem að var blasti við og mér fannst ósangjöld sko. Þannig að, og ég þurfti einhvern veginn að laga það og ég er líklega ennþá að reyna að laga það sko, en ég bara þarna, þannig ég lifði bara í öðrum heimi sko, og aftur, svo bara ger ég ennþá en fæ bara borga fyrir það sko. Þannig að það er náttúrulega að skrifa stöðugt að búa til annan heim. Manstu þetta móðinni? Já, svona svipmyndir sko. Myndin sem út með afinni
minning en einhverju leyti höfundverk þitt. Já, já. Þú búið hana til. Já, já, og ég veit ekkert hvort að það sé nákvæmlega hún eða ekki, sko, en bara aftur, af því að líka svo persóna sem er stundum ungu drengur hérna eða ungu maður hérna sem að hefur verið að reyna, verið á svipum stöðum í heiminum og ég og svipur í vinnu og eitthvað svona, sko. En það er bara enn og aftur, það er bara sem sagt, hluta til ég, sko. Og þá í bókunum. Já, og þá automatist þá verður allir í kring, sko, ég skrifa oft einhverja stjúpið, skrifa einhvern föður minn föður sem er múrari og faðir minn var múrari og allt það en þetta eru bara þau að litlu leyti, sko. Af því að skáldskapurinn hann hefur einhvern áhuga á mínu lífi, sko. Hann býr til eitthvað meira og líka að það verður til einhver heimur, það verður til einhver frásögn, það verður til einhver örlög og þau breyta því sem að sko var að gerast í mínu lífi. Þannig að ég bara eftir því sem fer lengra inn í hverja skáldsögu því fjær fer ég sjálfum mér en á sama tíma er náttúrulega mín tilfinning er þarna einhverstað, sko. En nú langar við að spyrja Jón, sérst ekki höfundinn, móðumissirinn og þú eru 6 ára gamall. Stundum finnst manni að því að maður áttast ekki alveg á því hvernig maður eiginlega eldist. Stundum finnst mér svona eins og að ég sé bara uppsafnað allt sem ég hef verið og í mér sé ég 6 ára og stundum er þetta það er sorg í þessu barni og ég hef ekki gengið í gegnum það sem þú segir en það er oft sorglegt að vera barn í fullorðsheimi og og stundum finnst mér að vera lifandi, sko. Ég segi svona við sjálfa mig að það er gott að hafa, ég ætla að láta honum líða vel þessum dreng, þessum sorgmæta dreng að ég verð bara að passa mig að hleypa honum ekki að stýrinu þannig þá verður bara hell break loose ef hann fær að ráða þessi. En upplifir að þú sért með Jón 6 ára frammi fyrir þessum óréttlæti heimsins? Er hann ennþá í þér? Ég bara sem barn og unglingur þá var ég sannfærður að ég myndi aldrei vera fullorðinn. Ég sá það ekki fyrir mér. Og stundum finnst mér að vera þannig ennþá að því að bara ég held að sé ágætt að þú komist aldrei burt frá barninu. Ég held að sé mikið vægt að varveita barnið. Þórbergur náttúrulega gerði þetta meðvita, sko, og að því það náttúrulega það er ákveðin sko börn á vissum aldri svona, ég veit það ekki fram að 6-7 ára aldri eitthvað svona, að þau eru bara eins og skáld, sko, að það er því að vera skáld er að vera undrandi eins og Siggi Páls talaði sko, þessi glaðværa spurn, sko, og því að alltaf að koma þú alltaf upplifað eitthvað nýtt og að vera skálda, það er svolítið eins og vera barn, sko, að því að þú ert alltaf undrast, þú ert alltaf heimurinn er alltaf að koma þér á óvart og þú ert að sjá hann öðruvísi en þú sér þann sem fullorðin manneskja. Þannig að ég held að bara sem skálda og höfundur þá er mjög mikið vegt að eiga barnið, en það er eitthvað sem að þú byrði ekki til, sko, það bara verður að vera þarna, sko. Og ég þetta dabra barn? Já, ég meina, Það er svona tónn í þér svona frá því sem er svona... Ég veit ekki hvað, ég náttúrulega er ákveðin tregi í mínum bókum, vonandi í bland við bulluð og galsan og allt það, sko. Það er nötraða setningarnar af svona sellótóni, sko. Já, ég meina, það er, maður náttúrulega ekki hugmyndum hvað er eðli manns og hvað er sem sagt, reynslan og hvað er heimurinn og annað eins, sko. Svo en þessi sellótónn, sko, að hann náttúrulega hefur bara alltaf verið í mér og eflaust að það að missa móður sína svona ungur hefur sjálfsagt haft eitthvað að segja en leið þá er þetta, maður sér eins og bara með mín skildmenni, sko, að það náttúrulega var í þeim líka
veist, eins og Hannes Sigfússon eitthvað sem var frábært skáld en það svona þessi tregi tónn. Já. Ég hef verið að hugsa þetta svona undanfarið, bara leið minni heim. Maður hugsa eitthvað leiðin heim. Og þá hef ég verið að velta fyrir mig, þú veist, getur ekki verið bara að fyrst komi þessi tónn og þessi tregi og þessi tilfinning. Svo raða maður atburðunum í kringum það til þess að ég make sense sem manneskja. Frekar heldur en að atburðirnir og tengslin og fleiri búi til tónin. Þetta hef ég verið að leika mér að ég hugsa til þess að reyna að skilja saman. Kannski kom bara tilfinningin fyrst. Já, sko, bara enn og aftur sem betur fyrir ekki til eitt svar við þessu. Nei, við erum allir ólík og öðruvísi hugðu saman. En líka og bara eins og ég nefndi áðan að við vitum ekki hvað það að hugsa. Við hefum ekki hugmynd, vísindamenn eru búin að fremstu í heiminum búin að vera rannsaka þetta í áratugi, hvað það að hugsa. Og það veit enginn hvernig hugsun verður til, hvað myndar hana. En ég hef alltaf verið samfærum það að við erum fyrst og fremst sko tilfinningavera. Tilfinningin kemur fyrst, svo kemur hugsunin svona lafmóð eftir að reyna að ná utanum hana. Reyna að setja einhverju merkingu í það. Já, en fyrstu viðbrögðin eru tilfinningar. Og tilfinningar koma úr einhverju djúpi. Og þær tengja við eitthvað sem við munum líklega aldrei skilja eða sjá, meðal annars barnæskuna og einhverja reynslu sem út múin að gleyma eða eitthvað. En það bara enn og aftur, það það sem að þess vegna sækjum við í skáldskap, þess vegna sækjum við tónlist eða listir. Vegna þess að þær tengja fyrst og síðast við tilfinningar. Ástæðan fyrir að við sækjum í skáldskap að það einhver órökvísi í skáldskapnum. Þess vegna skiptir það máli, vegna þess að það alltaf, ef bók sæmileg, það alltaf einhvað sem þú getur ekki stutt fingur á. Og það þetta órökvísa, einhvað sem við skiljum ekki alveg. Og það bara, og það eru tilfinningarnar, sko. Og skáldskapur ekki að tala við rökhugsunna í þeir, sko. Og þá myndum við bara skrifa einhver heimspekirit sem ég reynda get ekki, sko. En hann að tala við það sem að við skiljum ekki. Og þess vegna er hann svo mikilvægur og þess vegna getur búið í einni ljóðlínu óendaleg orka. Og ég meina þetta líka bara eins og ég segir, sko, það finnst mér svo dapurlegt hversu fái lesa ljóð að þú lest kannski eitt ljóð, stutt ljóð og það smýgur inn í því sem heild eða einhver lína sem þú manst sem eftir ævi hennar. Og það þarf bara, eina mínútu að lesa það. En það býr bara í skáldskapnum einhver náttúrulega mikla tilfinningar og einhver svona samþjöppuð reynsla mannkynsins. Og það svo dapurlegt að ef við erum ekki að sækja í þessa reynslu. Þetta svona annars konar uppgötvun, sannleikur eða fegur eða hvað við kallum það. Það sem þá bara í dropanum á meðan að við erum kannski meira í svona umræðu og fleira í reyna að ná svona karlsagan sín á heiminn. En þarna það önnur leið að sannleika sem að kannski liggur ekki alveg í augum uppi, sem einhvern veginn innan úr hinu smæsta í okkur, sko, sem að getur umbreytt okkur. En svo líka, sko, það sem að við gleymum líka, sko, að það að lesa, þegar þú setur með bók að þá gerist náttúrulega það sem að, sko, margir að sækjast eftir en til þess ekki hafa tíma eða hafa ekki eirð í sér að það bara þú og textin. Þannig að þú mætir einhverju veröld sem að hrærir í þér hugsanlega og vekur einhver upp og leið kannski styttu stundir. Þannig að þá verður einhvað til. Þú heyrir betur í sjálfum þér meðan þú ert að lesa. Sérstaklega þú ert að lesa skáldskap sem að skiptir máli eða hefur eitthvað fram að færa, sko. Þannig að við gleymum stundum hvað bara
ofboðslega mikilvægt fyrir manneskjuna, fyrir bara sálarlífið og fyrir bara hjartsláttin að lesa, að það getur gefið svo margt og alveg ávið örugglega marga tíma hjá sálfræðingi og ávið gott geðlíf, sko. Herðu, þú í upphafi þá varst að tala dróstu svona mynd af þér þar sem þú kemur út úr grunnskólanum og ert svona, ég myndi segja svona veglaus ungu maður. Ég kannast við þetta, var svona veglaus á þessu tíma. Ég stundu sagt að það var eins og ég var alltaf að bíða eftir að vera bara hringt inn í lífið. Ég bara það var ekki enginn að reikna með mér og ég var ekki að reikna með að það væri eitthvað svona pláss fyrir mig þarna. Og þú talar eins og þú hafir, maður gæti eiginlega sem svona skáld og rithöfundur sem hún varst, þá kemur þú ekkert sérstaklega nestaður út úr æskunni, ekki búin að lesa mikið, þú veit að bókasafninu varst að segja, að lesa gömul tímarit eins og þú sért að leita að ykkur í leiðsögnum hvað þú að lesa, þannig að þú ert eiginlega svona einn og það er engi sem að þú kemur ekki af menningarheimili í þeim skilningi að þú hafi verið svona haldið að þér hinn og þessu, heldur ertu svona, þú nefndir Clint Eastwood sem fámálan, en raunverulega varst að lýsa þér sem svona eitthvað sem svona self-made man sem í bókmenntunum, að þú verður eiginlega bara að finna þína leið sjálfur. Já, einhver leiti, sko, því að já, það var nánast ekkert bækur í kringum mig, sko, og það var, maður sá og sjaldan einhvern lesa og þannig að maður hafði engan til að tala við það, sko, þannig að þegar ég fór að dragast að bókmenntum þá man ég að mér fannst það svolítið erfitt, ég hafði engan til að tala við, sko, og var alveg svona fyrstu árin var maður svolítið svona þyrstur eftir félagsskap og vissi ekkert, ég var að reyna að leita í bókasafninu einhverju til að, ég vissi ekkert alveg hvað ég ætti að lesa, hvað höfundar skipti máli og svo framvegis, þannig að þetta var svona fálmandi leit en smá saman náttúrulega breyttist það. En hins vegar, sko, kem ég þá úr, móðurætti mín þetta er svona, það er mikið að listamönnum þar og bæði í músík og bókmenntum og náttúrulega Hannes Sigfússon var bróðir afa míns. Og ég svona vissi af honum og hans systur Gretu sem var höfundur líka, en þau voru einhvern veginn, sko, það slitnaði allt nánast, sko, allt tengsl þegar móðir mín dó, sko, þannig að þau voru bara einhver svona fjarska sem ég tengdi mig ekkert við, sko, en maður sér náttúrulega eftir að þetta bara bjó í mér og það var bara spurning tíma hvenær þetta myndi koma upp á yfirborðið og það að hvar maður bjó í Keflavík og var að vinna í Sandgerði og í fiski og allt þetta að það bara kannski hægði á því ferli og já, ég er ekkert endilega viss að það þegar maður kemur inn til Reykjavíkur 86, sko, og fer í bókmenntafræði þá fannst mér ég finna fyrir því að ég hafði ekki hennar bakgrunn sem að margir aðrir maður var að kynast höfundum höfðu og mér fannst það kannski pínu óþægild fyrst, sko, en svo jafnaði sig og ég meina þetta er ekkert sem ég get breytt eftir á og ég held að þetta sé hvorki betri en verra en þetta bara náttúrulega hefur sjálfsagt mótað mig að einhverju leyti. Skiptir minna málið þér á leið var það vegna þess að þú varst bara búin að ná hinum? Eða þú bara það var bara kostur að hafa kannski lesið allt í ruglaðri röð og lesið eitthvað sem var kannski ómerkilegt innan það merkilega og allt það. Ég svo sem velti ekkert endalega fyrir mér. Ég bara, smá saman bara óks maður inn í hennan heim, sko, var hluta á honum og já, fann að maður hafði alveg jafn mikið að segja og aðrir, sko, og þannig að ég bara, eins og ég hef sagt hérna áður held ég, sko, ég hef aldrei haft það mikinn áhuga sjálfum mér að það hefði eitthvað sem ég held að sé bara ágætt, sko, því að þá kannski maður ekki svo upptekinn að hugsa sjálfan sig, sko. Þannig að og það gerðist mjög hratt að því að þegar ég fann sjálfan mig þegar ég byrjaði að skrifa að þá einhvern veginn var bara þá hitti ég sjálfan mig fyrir, sko. Þá var ég eiginlega, fæddist ég annað sinn þetta hljómar mjög dramatískt en mér leið þannig, sko. Og þá einhvern veginn varð
þó að þetta verið mjög falmandi leit framan þá var það bara mjög sjálfsagt að vera hluti af þessum heimi. Það var bara einhvern veginn sem að kom ekki annað til greina, sko. Þú hlaust að enda þarna. Þú hlaust að enda. Já, það var, ég hefði bara, ég fættur skáldkor sem er líka betur að vera, sko. Þannig að það tók tíma að koma stæði. Herðu, þú sagðir áðan að þú ættir í afstöðuð með að tala Guð og kaffi. Hugsaðu mikið Guð það? Já, ég Myndirðu segja að vera trúaður? Nei, ég held að það að mér finnst að til að geta svarað þeirri spurningu þurfti ég að tala lengi, það segir eitthvað, sko. En ég hef alltaf haft mikinn áhuga á Guði og trúarbrögðum, bara frá því ég var eftir mér. Þegar maður leit setjum tilbaka, þá sér maður í sínum fyrstu ljóðum að þá er ég strax að yrkja þetta. Og í fyrstu skáldsögunum sem ég skrifaði, það var svona þríleikur sem gerist vestur í Dölum. Og þá er það karakter sem heitir Postulinn og hann er að vinna verk sem hann tók við af sínum föður, að þeir eru bara einhverjum bændur vestur í Dölum, að þeir eru að fara í gegnum Biblíuna og ritskoða, eða að taka út allt sem Guð skrifaði ekki. Og í lokin þá er hann tilbúið með bókina sem þá mjög þunn, sko. Og þannig að það sýnir bara að þetta hefur alltaf verið mér hugleikin. En hins vegar náttúrulega sýnir það að það er ekkert nýtt undir sólinni, því að ég var ánægð með þennan karakter minn og þessa hugmynd mína, sko. Svo kemst ég að löngu síðar að árið 144 þá var það var svona, einhvers svona kirkjufæðir, þó að kirkjan var ekki alveg almennilega komin, sem árið 144 eftir Krist gaf út bók, Makrón heitir, sem er kölluð fyrsta Biblían, og það er einmitt, sko, hún er mjög þunn, sko, og þá tekur hann bara það sem honum fannst skipta máli, sko. Það til útgáfur af Nýja testamentinu sem er í 4 litum textin, eftir því, sko, það sem er orð Jesú, og það sem öllu líkindum er, svo er það mjög skrautlegar síðurnar. Já, en sem er náttúrulega er leið út í hött, sko, því að það er ekki til eitt einasta orð sem er örugglega haft eftir Jesú, sko. En hvað er, ég hef alltaf haft áhuga á trú og kristnisögunni og sömuleyti þá er þetta náttúrulega mikla sögur, þetta er náttúrulega stærstu sögurnar, en svo er það líka þannig að ef maður ítir þessu frá sér þá er maður kannski íta bara 70% af vangaveltu mannsins stöðu hans í heiminum síðustu 2000 árin, og það bara alltaf mikil verðmæti til þess að reyni ekki að meðtaka með einhverjum hætti. Þannig að maður getur tekið svona menningarlega afstöðu til trúar. Þessi skárra að hafa það með heldur en að henda því. Já, sko, fyrir mér er þetta ekkert val, sko. Þetta er eins og segir, þetta hefur mótað í það minnsta vestræna menningu, og Biblían er hvort sem einhver být líka betur að ein áhrifamesta bók allar tíma, og hefur haft gríðarleg áhrif á hvernig við hugsum, ekki bara Biblían, heldur líka seinni tíma kirkjuföður Ágústínus og svona, sko, sem að ber eiginlega bara höfuð ábyrgð á því að hvernig við hugsum í kynlíf, og Freud hefði nú aldrei getað skrifað Ágústínus og hans komplexa gagnvart sinni móður, sko, og sem hann sumpart smíðar sína hræðilegu kenningum erfðasyndina á, sko. En þannig að fyrir mér er mjög nauðsynlegt að þekkja Biblíuna og lesa hana. Hún er náttúrulega sumstaðar alveg stórkostleg og frábæri kaflar, sumstaðar svo leiðileg og grimm að fer mann, sko. En bara hvort sem ekki líka betur að vera, hennar textar hafa haft ofboðsleg áhrif á okkur. Þannig að ef við ætlum að skilja okkur sjálf og bara þann tíma sem við lifum, að þá er mjög gott að þekkja hans til þarna, sko, og bara aftur að gasa, eða allar að reyna svona áttaði á því að skilja þetta brjálaði sem er í gangi, og þetta ofboðslega
heift og eiginlega fyrirlitningu gagnvart Palestínumönnum sem ríkisstjórn, núverandi ríkisstjórn Ísraels og hluti af Ísraelsmönnum, bara hluti notabene hefur, að við getum ekki skilið nema átt okkur á hvað er á bakvið, sko. Veistu, við höfum talað að það versta sem getur hent nokkra manneskjur að finna sannleikann og að gera það mjög hættulegur mannesku. Og það það sem sko, þessir hræðilegu menn, notabene þetta allt kallmenn í þessari ríkisstjórn Ísraels í dag, að þetta svona ofsa trúamenn sem að taka það bókstaflega að Guð hafi gefið þeim þennan stað og ef Guð hefur gefið einhvað þá máttu gera hvað sem sko. Þannig að trúarbrögðin stundum það fallegasta sem til og getur göfgað mannin en hún hefur líka kaþólska kirkjan stundum og hefur stundum verið sko, mestu og hræðilegustu glæpasamtök blóðið upp öxlum. Já, blóðið upp öxlum og þannig að hérna, en það voða gott til þess að reyna átt að sjá þessum hryllingi sem að gerast þarna og akkur þeir fyrir utan alltaf Netanyahu vill halda völdum allt það sko, en þessir menn sem með honum að þeir hugsa algjörlega svona sko, veist, og þetta landtökufólk á Vesturbakkanum og svona sko, að það bara hugsa sko, bara Guð sagði að þetta okkar land. Það í heilugum rétti sko. Já, og það þú berst ekkert gegn því með einhver rökum sko, því miður. Allt það sem þú gerir verulega það sem að Guð vill og það alveg meðandi verk Guðs. Já, og þú ert nánast að bræðast Guði og þú gerir það ekki sko. Þetta svona menningarlegt og sögulegt en svo trú náttúrulega einkanleg líka. Já. Og Jesú hérna guðlegur andi sem tekur á sig brisklegt hold og kennir okkur að hvernig hægt að lifa í þessari sem eiginlega ekki hægt að lifa hérna og halda sönsum í heiminum en hann á að vera okkur leiðsögn af því. Ertu með slíka trú? Já sko, fyrstulega þá náttúrulega hefur verið hann eitt af því sem vafðist fyrir kirkjunni í upphafi fyrstu 300-400 árin að heilu þingin haldin það með hver Jesú væri. Hvort það var Guð maður og hvenær hvort ekki eða hvorugt. Já, og ef hann var Guð, hvenær varð hann Guð og þeir sem sagt funduðu þetta og komast að loksins að þeir niðurst og líka sko ein helsta áhyggjuefni var sko ef hann var maður og líka Guð að veist og ef hann borðaði sem hann augljóslega gerði og drakk hvert fór fæðan sko. Þannig að það gæti enginn vildi hugsa sér sko Jesú á kamrinu sko. Og þannig að þeir komast að þeirri niðurstöðu að hann hefði neitt matar en eigi haft hægðir. og þannig að trúarbrögðin sko þunglamleg og alvarleg og það getur verið líka svolítið absúrt sko. Og þetta hefur alltaf ollu okkur liggu við mannleiðan og ángist að átt okkur á veist, ekki hvað Jesú var, heldur hvað viljum við að hann hefði verið, sko, sem við hefum ekki hugmyndum og hvað hann var og hver hann var og hvað hann kom og svo framvegis og það engin skýr mynd af því og búin að vera deilum það og skrifa ansi mikið það, sko. Og oft þegar menn að glíma við það að skrifa hann að þá voru menn að móta hann í sinni mynd. Já, og þetta líka snýst það og Ágústínus var algjörlega þar, sko, að fella það að einhvern veginn bara svona þannig að þú getur sko réttlætt sjálfan þig eða sæst við sjálfan þig sko. En sko ég hef ekki hugmynd hvort að það var einhver til sem svipaður Jesú og allt það en hvort það var sonur Guðs ég mínar alveg efasemdur það sko en mér finnst það ekki þó ég sé endalaust að reyna að leita svara við því og lesa allt það sko að þá skiptir það í sjálfur sér ekki miklu máli að því að ef þú getur sótt einhvað þangað það sem að Jesú á að hafa sagt og ef það hjálpa þér í þínu lífi
að þá er það mikilvægast sko. Þegar ég sagði sko, hefðu haft guðlegan anda í breisklu og holdi, þá var ég eiginlega bara að lýsa sko, stöðu mannsins sem er oft talað að við höfum í okkur hugmynd sagt, hið góða eða hið rétta, en við erum bundin klafa rotnandi holds og góðsagan er að Guð taki á sig þessa mynd og sömuleyti má segja að með því þá fyrirgefa okkur að vera í þessu standi. Já, sko, náttúrulega ef það er rétt að Guð hafi skapað okkur, þá er náttúrulega svolítið hans vandamál að hafa okkur í þessu standi. Og líka mann hefur alltaf þvælst fyrir mannunum, bæði í kristinum trú og öðrum, og er svolítið svona broslega stundum, hvað við hefum erfitt með að vera í líkama og hafa kendir og allt það, sko. En það sko, er líka dauðleikinn og það er rotnandi hold. Já. Við erum verur sem að vilja hugsa á einhverju svona eilífðarplani en við bara því miður. Já, ég meina, ástæðu þú megja en eitt sinn skal hver deyja og allt það, sko. En hver maður deyja, en hugsanlega eru trúarbrögðin viðbrögð við þeirri staðreynd og þegar við uppgötvum það að við myndum deyja en ég veist, fyrir mér er trúin fyrst og fremst bara einhver tilfinning sko, og hún er mjög, bara eins og skáldskapurinn, mjög órökræn. Þetta náttúrulega eru trúarbrögð, eru stofnanir og við hefum alltaf þurft á því að halda að hafa einhverjum ástofum, hafa einhverja mikla byggingar til þess að tengja okkur við það. En ég held að hinn sannasta og svo einlægasta trú sem að kannski er mikilvægist er bara svo sem að hver finnur inni með sjálfum sér sko, og ef hún er full af kærleika og þrá eftir því að vera skárri manneskja, að þá finnst mér ekki skipta máli hvort að Guð sé til eða ekki. Ef þessi hugsun verður til þess að við verðum aðeins skárri og okkur finnst við bara ábyrgð á lífinu, að þá er sko tilgangum náð, finnst mér. Ég spurði hvort þú hefði verið velkomin og elskaðu þú varst barn. Trúin getur líka verið á því sviði að upplifa að maður sé minn heimur og Guð elski mig, getur maður orðað það. Þannig að maður megi vera hér að því að heimurinn getur verið fjandsamlegur. Það er líka svona tilvistarleg staða hins trúaða að það er notarlegra að vera í heimi sem að Guð vill að maður sé inn í. Já, en hætta við það náttúrulega að þá tekur svolítið ábyrgðina af manninum, sko. Að það er, við erum þau einu sem geta gert heiminn sæmilegan og það er okkar ábyrgð. Það er ekki Guð sem ber ábyrgð þar, það er við. Þannig að það fallegast sem til á jörðinni er manneski sem virðir þann sem er ólík henni, sko. Og menningarheimur sem er forvitin gagnvart öðrum menningarheimi. Það er það sem að skipta máli og það komum við aftur á einu sinni að listinni, sko. Að því að listin er landamæralaus og hún er í eðli sínu bara mannleg. Hún er allt það sem manneskjan hefur haft og allt það sem hún ber með sér, að það er sem að kjarnast í listinni og manneskjan er allstaðar eins og þess vegna er listin nánast það eina sem getur samin okkur öll í einu mandaþrætti og þess vegna er hún mikilvæg. Og þess vegna náttúrulega hafa einræðismenn allar tíma hatast út í listir og bókmyndir og fyrsta sem ég gera er að reyna að annarkot koma böndum á eða banna það því að þeir skynja það hvað hún getur gert, sko. Við erum að tala um máttlistarinnar og vorum að tala um Guð. Hvað heitir hann? Abrá heiti, sem var maður í Venezuela sem einhvern tíma svona upp á 1970 þá upplifði hann það var efnahagskreppa og það var pólitísk kreppa og það var líka stjórnlaga kreppa og svona upplausn í samfélaginu og hann sagði
hann hafði komist að því að þetta ætti raunverulega sér allt sama upp. Þetta verður birtingamyndir af einhverju djúpri mannlegri kreppu sem að það væri ekki hægt að snerta með neinu nema með kannski Guðs eða listinni. Og hann sagði, ég veit ekkert Guð, en hann var tónlistarmaður og spilaði á fiðlu, þannig að hann fór út í fátækrahverfin og stofnaði tónlistarskóla sem heitir El Sistema og hefur síðan getið af sér alls konar hluti. En þetta var svona þegar þú ert að tala mér datt þetta í huga því þú varst að stilla saman mætti listarinnar við eins og við trúna. Já, í þeim skilningi að hún samanleg. Já, að því hún getur náð einhverjum rótum í okkur og skekkja í slíkum rótum sem að Guð getur snert og listi getur snert. Ef við erum með skekki í þeim rótum þá getur allt orðið skakkt á heiminum. Já, og bara þetta mikilvæga að við erum. Ég meina þetta svo naíft að það eiginlega svona vandræðalegt að þurfa að segja en bara jörðin bara eitthvað svona pínlítið depill í óravíðum heimi og einhvern veginn að ímynda okkur það að þessar við mannverurnar sem lifum svo í skamman tíma að sumir hafa meira rétt en aðrir og við sumum ekki öll raunverum meira öll eins að það er náttúrulega bæði mjög dapurlegt en það er líka þetta sem að enn og aftur sem að listin getur barist gegn og alveg sífellt bara það er eðli hennar að berjast gegn þessu að það er ekki tínin landamæri önnur en þeir sem við búum til og það er bara til ein þjóð og það er mannkynið en það hefur alltaf verið, það har alltaf verið öfl og ég vildi það svona einhver kapitalísk öfl sem náttúrulega bara kapitalismi hefur verið til bara frá upphafi. Ef djöfullin er til þá náttúrulega var það til á sama tíma og því að það býr til ójöfnin og eitthvað svona að það er bara gróðurhugsunin er þannig að hún vill hafa heim með landamærum. Hún vill hafa heim sem hún getur skipt upp í þá og hina. Og það er þetta sem náttúrulega og stjórnmálamenn sem tala svona okkur og hina að það eru þeir sem eru að vinna gegn mannkinu, sem eru að vinna gegn framtíðinni, sem eru að vinna gegn sínum eigin börnum. Þetta er heimur þar sem hún getur ekki lyftir upp nema íta öðrum niður. Já. En það á ekki við heim listarinnar. Nei, það er kannski á við listamenn en ekki heim af því að heimur listarinnar er miklu og ég meina en nota bene að listin náttúrulega á að vera fögur alltaf en hún á líka að vera grimm og hún á líka að vera ágeng og hún á að þvinga þig til þess að leita svara og horfast í augu við sjálfa þig og svo framvegis. Þú átt ekki við grimm eins og þú myndir segja kapitalismann, þú átt við ágeng eða getur listin verið grimm meiðandi? Já, hún getur verið það. Niðurlægjandi? Það niðurlægjandi á þann hátt til að byggja upp til þess að byggja upp þannig að þú getur verið að lýsa alveg hræðilegum hlutum en það er ekki eðlinar sem er grimmt heldur hún er að lýsa grimmdinni og stundum verður hún að gera á þann hátt að það er hryllilegt en það er bara fyrir eftir hver höfundurinn er. Ertu Jón eftir að skrifa eitthvað núna? Já, ég er alltaf einhvað. Þú ert ekki með bók fyrir jólinu? Jú, ég er með ljóðabók. Þannig að, þetta er eina sem ég kann að skrifa og ég held áfram. Og skrifar á hverjum degi? Já. Alltaf á saman tíma? Já, ég er svona... Skrifar á morgnana og stöndur í bréfaskriftum í eftirmiddaginn? Ég er morgunmaður, hef alltaf verið og mér finnst best að þegar ég er að frumskrifa þá finnst mér best að gera það á morgnana en annars... Hvað dugar lengi í því? Hvað er þangað til að... Frumskrifa? Suðið hættir að gefa þér? Getur ekki 3,5 tíma eftir það að búið? Já, alveg hámark þegar þetta frumskrifa það fer svo ofboðslega orku í það að það er ein skemmtilega eða svona dýfsta og skemmtilegsta eða fallegasta eða mest gefandi þreyta sem ég þekki að hafa setið við heila morgun og skrifað og eða vera frumskrifað því að það fer svo ofboðslega orka
maður er svo fullkomlega úrvinda. Þetta var með harðspörur bara í heilaberginum? Já, það er bara þannig að maður er búið með eitthvað orku, en hins vegar getur maður 2 tímum síðan alveg halda áfram að vinna en þá bara vera að lesa yfir eða eitthvað svona sko. Þannig að sérstaklega þegar að ég komin aðeins inn í skáldsöguna þá er ég að vinna allan daginn sko. Það getur alveg verið alveg, ef ekki trufla alveg 12 tíma vinnudagar eða eitthvað sko. Í sömu sögunni? Já, ég er alltaf bara að vinna í einni skáldsögu sko. En hún er yfirleitt með margar vítir eða marga heima þannig að en ég bara, já, ég Þú skrifar hverjum degi? Ég skrifa hverjum degi sko og skiptir ekki máli hvað dagurinn heitir og mér líður Jóladagsmorgun? Já, ef ég er að vinna skáldsögu, já. Það er bara það skiptir ekki máli hvað dagurinn heitir en auðvitað náttúrulega, tekur maður auðvitað tillit til sinna og ef það er einhver í gangi þá er maður alveg allur þar en ég vild vakna ég snemma þannig ég get þá laumast til þess að skrifa. En skrifa. ekki erfiður svona á heimili alltaf með hugan einhvers staðar annars staðar? Það hefur börn kvarta yfir því að foreldrarnir sé ekki til staðar, er þetta kallað? Nei, er ekki hætt við að menn eins og þú sért ekki almennilega til staðar? Ég hef alltaf haft mikla þörf á því að vera til staðar gagnvart mínum börnum og það er svona að vera foreldri er eitt af fallegasta og skemmtilegasta og erfiðasta og mest gefandi verkefni sem að þú getur fengið í hendur sko. Þannig að ég myndi aldrei fyrirgefa sjálfur mér ef ég myndi gruna að ég hef ekki staðið mig nógu vel þar sko. Þannig að ég... Það var nú kallarkert í gerðin söguna. Já, en það líka kannski... Það var sem náttúrulega voru bara fantar og fullmenni, sko, en það líka var kannski horfði þess að tíminn svolítið samtíminn náttúrulega mótaði, sko. Já. Við erum svolítið heppnir að fá að vera í fjölbreytilegri hluturkum sem karlar. Já, jú, það eru jú, og það alltaf verið að skamma okkur eitthvað, þá erum við heppnir. Já, við sumur okkar allan reynum að vera sæmilega manneskjur, en þetta er mjög stutt síðan, sko. Ég meina, ef þú flettir blöðum, ég mann þegar ég var að skrifa bók sem heitir Fiskarnir hafa enga fætur, þá var ég að fletta í blöðum frá 1980 og það voru kallar í öllum stöðum og ég var flett í Mogganum og þá var oft bara ekki fyrir náttúrulega blæsið kannski 20 sem kom fyrsta konan á mynd sko. Þannig að við báðir, við erum á þeirri kynslóð sem að við erum að alast upp í heimi sem er stjórnað fullkomlega af karlmönnum. Það er ekki lengar síðan og þess vegna náttúrulega verðum við að þess vegna sko baráttan fyrir jafnrétti við höfum náð langt sko hér og sums staðar í Evrópu, ekki alls staðar. En hún er bara réttni í hafi og við verðum alveg stöðugt að vera á Varbergi. Já, þetta er ennþá þunn skán. Þetta er þunn skán því maður sér bara leið og maður sá bara hrunið, eða fyrir hrunið, að þá kom bakslag. Það var alltaf eiginkonur þessara auðjöfra að þær alltaf bara voru komin heim og þeir voru að tala hvað þeir voru vel giftir vegna þess að konan getur heima og fann maður svona, ég segi sko, þetta er svo þunnt sko. Þannig að þetta fer svo auðveldlega aftur, þannig að ef einhvað skekkist í heiminum að þá erum við bara komin á sama stað og áður ef ekki verri stað sko. Þannig að við þurfum stöðugt að minna okkur sjálf á það. Herðu Jón, það er gaman að fá þig hérna við Rauðaborðið á Laugardalsvelli og spjalla heim og gema. Mín gleði. Herðu, kærar þakkir. Takk, sömuleiðis. Herðu, og áorðum þakka ég kærlega fyrir og Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og minni á að á morgun, eða reyndar hérna núna eftir, verður úrval vikunar hérna á dagskrársamstöðunum og svo á morgun verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils og svo endur flytjum við alls konar ágætt efni hérna yfir helgina, en ég óska ykkur bara góðra helgar og njótið þess. Takk. Segðu það á Samstöðinni.